Klukkan orðin 4, það föstudagurinn 17. mars, Mötli Krúur konur á fónin og FM 95 Blöður hafið göngu sína á þessum fínasta föstudegi. Það fullu bátur, Auðun Blöndaleiti, ég og sitt í mínu sæti, beint á móti mér ég í það miklum gýrdrengir, ég ætla að kalla ykkur snillinga. Það eru tveir snillingar á móti mér. Það rosalegt. Annar heitir Steinþór Hróar Steinþórsson, kallaður Steindi Junior, hinn heitir Egill Einarsson, kallaður Egill eða Gilsi. Thank you. Og já, eru þið í sama gír og ég? Já, og bara sömuleiðis, við bara mikill snillingur og Það heiðu þið maður. Þú, þetta byrjar þetta vel maður. Það hávítamin um allt stúdíu. Herðu, við erum Ég var þetta með þetta sem áramóti þetta, að byrja að hrósa mér það. Já, Maður á að herðu, gera. ég var reyndar með það líka. Já. Herðu, hérna, sko, við náttúrulega erum í geggjum gýr, ekki bara núna. Nei. Ég held að við séum líka í geggjum gýr í raun heimum. Já, sko, klukkan 4 núna. Er sami tími í London og Íslandi? Það býttu Er hún 4 í okkur í London, núna er hún 5. Því að við ljúum Þetta ekki er að... nákvæmlega saman Nákvæmlega samtíma. Nákvæmlega samtíma, já. Við ljúum ekki að hlustundum, við erum ekki í beinni útsendingu núna. Nei, við erum Í uppteknir. þessum þætti, já. Þið verður að vera með ferðasögu á gramminu líka. Þannig að við alltaf vita allir núna sem eru að hlusta að þið eru núna úti að Já, bara þið erum búin að setja eitthvað á grammi. Já. Þið eru að sækja sigur hjá Sigur Rafnúti. Já, við erum að sækja íslenskan. Þetta er aðalega Ísland þarf að vinna. Íslensku sigur, það er Gunnar Nelson. Og svo sækjur United sigur á Já, á sunnudag. Já. og tekur lökudýri með. Já, Steindi verður vonandi happa, en... Herru, pælið því, allir svona United aðdáðandur landsins það er allir, sko, það er rosalega press á mér af því að ég er að fara á minn fyrsta United-leik. Já, ég er á fótboltaleik. góðu rönni, sko. Já, ég er að fara á minn fyrsta fótboltaleik og ef United tapar þá er ég líklegast orðinn óhappa. Það er enda rosalegt að setja að fara fyrsta leikin. Ég held að þú er eftir að dyrka þetta, sko. Ég held Þó þú setja nefnilega- ekki svona fótbolta Já, góður eins og við. nei, ég meina, ég er stemningsmaður Ég og sé okkur ef ekki ég er með tapa. 30.000 mannsjökstar í einhverju stúku þá á ég eftir að dyrka, ég veit alveg það. Já, þetta er sem ég dyrka við þetta Steindi fær svolítið sitt. Þetta sem er UFC. 70.000 mannsinn. Já, 70, já. Það er- Já, ég Hvað held að- eru margir í 80 árína? 20.000? Nei, ég held að sé 30.000 stars 20, ég var allavega með þess að tölu í hausnum á mér. Ég var að spá í út af því að Svo- lökudýrið, þú setja double, Gunner og United sigur, Já, setja það saman. gellaði saman. Já. Gunni kirkir eitthvað En og United vinnur. þetta er bæðið samt svo líklegt að hún fær nú ekki háan stuðul á þetta. Það fannst stuðul 2 sem Já, er bara, þú fær ekki Getur ekki tvöfaldar pening í hvað sem er. í banka þetta. Herðu, how many people O2 Arena, það er 20.000. 20.000 manns. Við förum á 20.000 Yfir í og 70.000. Er ekki sold out þarna? Jú, það var selt á 0-1. Það var bara basically held ég á okkur 2-3 mínútur. Já. Og við fengum með hann bara gegn með pappa, sko. Og hann var í vesend hann var nú ekki... Það var erfitt að fá með það, sko. Er þið alveg við hringin? Við erum á mjög fínum stað. Nei, við erum ekki við hringin, en við erum að borga eins og við séum við hringin. Já. Ég hef aldrei vitað að ég hef dýra með á neitt íþróttarviðburð. þið veit sæl. Það slegist ekki. Já, þetta er bara svo Super Bowl. Miðin sem við erum að kaupa málið er að, svo ímyndaði bara núna hringin í miðinni. Þetta er bara órína, bara höll. Octagon. Já. Það er ekki hringur, sko. Svo ertu með þetta er góður Þetta er punktur. áttirningur. Já, en svo ertu með hérna stólana fyrir framarhingin. Síðan kemur svona eitt hol upp það sem þú sér yfir stólana og við erum í einu holi yfir það, held ég. Þannig að við erum í rauninni, sko, ég held við séum í betri sætum en holi fyrir neðan, af því að þú pælir í Býttu, erum við sannsagt í fínum sætum? við erum í mjög góðum sætum. Nú, Af því ok. að málið er að ef allir standu upp, Já. allir, þá myndir ekki sjá neitt og vera einu neðar. Við Já, erum ok. akkurat það svona nær bara ennþá að En erum við að fara að kirkja hann Brian True þarna Vonum það. eða erum við að róta hann eitthvað svona faglega mat svona, Sko. því að svo sé, fólk þarf að breyta $1 í 2 sem er að hlusta og allt það, þannig að Já, ég var að koma með skýrslu. Viltu fá skýrslu? nei, bara svona, þú veist, erum við að fara að kirkja hann eða róta hann? Það er tvei valmöguleikar. Bara að vinna, mér er sama hvernig. Nú er ég stressast bara upp að því að spáka leiðilegt að fara í svona ferð. Ég er tvis að fara að sjá Gunnar berjast. Bæði skiptin vann hann. Ég man bara hvað ég var peppaður og eitthvað, það hlýtur að leiðilegt en já, ég ætla ekki eins og að hugsa að þetta fari illa. Sko, málið er að hann átti að berjast við Daniel Rodríguez sem dróðs út af barðanum. Ég veit ekki nákvæmlega út af, sko, ég er búin að heyra svo skrýtna hluti og googla eitthvað, þú veist, það veitir en enginn af hverju hann dreifus út, en ég heyrði eitthvað að það var eitthvað vísavesen, en það var svo langt í barða, það er skrýti og það var alls konar, hann allavega Hann þorði bara ekkert. Nei, ég held, ég hef ekki bara hafa hann þannig, hann þorði bara ekki. Það er góð saga. Þannig að hérna, hann Brian Bam Bam stígur fram Já. og stígur upp og allar og hoppar inn í þetta. Hann er með meiri reynslu en hann Rodríguez, okkar maður sem beilaði. Hann er með reynslu meiri en hann er með nákvæmlega sömu taktík. Hann er ekki mikið Hann ætlar að reyna að róta Gunna. Já, hann er ekki mikið fyrir að henda sér í jörðina. Hann vill ekki fara í jörðina með Gunna eins og mjög fáir vilja.
Og hann er vanur, hann hefur aldrei átt leiðilega barða aldrei á ferlinum nánast segir og hann er yfirleitt með Fight of the Nights hann er svona, hann dregur menn, hann plata menn í vitleysu að bara boksa vissu og gera þetta svolítið dirty okay. Þannig að hann er bara þar Gunni er skynsamur Gunni mun reyna að ná hann niður og vilja það meðan hérna að Brian vill bara hafa þetta standandi og hann er búinn að segja, ég var að hlusta á viðtalinu í gær hann sagði viðtalinu bara Gunnar mun reyna að ná mig niður, auðvitað, obviously, það er bara gameplan í hjá honum og það vita það allir, alveg svo vita allir hjá mér að ég ætla hann á rótan en hann mun ekki ná því hann segir bara, felluvörðin mín er bara það solid og wrestlingi mitt er betra að mínu mati, þannig að hann mun ekki ná mig niður og ég mun refsónum á standardi. En hérna, þegar að Gunnar vona á honum og er að setja olbón í hann og er svona og þessi Brian er komin í vesen og dómarinn sér að hann er ekki að koma sér út úr þessu ef hann stoppar þetta þar þá skal það vera sem TKO eða ekki Jú. og það er 10 á Gunnar Nelson það er nú ekki bara heldur góð stuð Hvað 10 að Hvað er þetta að bara orðið eitthvað veðmál að Gunni vinni með KO eða TKO Ég ekkert endilega, ég meina eða disqualification Gunni vann örugan sigur á móti hérna Sato síðast þegar hann barðist Það var á stegum bara En hann var með að niðri alla 3 lótundar og dómarinn blissa aldrei af Nei, það er rauninni Nei, það er Vistu ekki ára stuðul 10 þannig að ok? Nei, ég meina þá er greinlega veðflokkinu greinlega að segja að Gunnar fari Þegar Gunnar er favorite Þannig að það er bara versta steinum Ég spurði Steinda Ganniðin á Messengerinu hvort við ættum ekki bara vera mættir rétt fyrir Gunnar hann spurði mig hvort ég væri kolrugl Þetta er eitthvað 5 tíma dæmi Hann elskar þetta, hann er ekki að missa sekund Það verður fyrsti gæinn inn og í höllina Það verður stólmenn Það er 2 tíma mission, þetta eru 5 tíma Leikurinn átt að vera á laugardegi fyrst Þessi mannstjóðan heldur Það átt að vera á móti Brighton í deildinu útivelli Og hérna, þessu sko, þetta er ok ef við förum enda til Brighton tökum lest, beint í ótú Hvenær byrja maincardið? Ég sagði maincardið, það byrjar 8, já við erum örgulega rétt, við náum maincardið Ég er bara maincardið Ég vil horfa á, þú veist, allt prílið Ég vil vera mættur bara, þetta er 5 tímar 5? Ég meina selt beer eða ekki og slakk og svona Þið eru bara mökkar hann í 5 tíma Við erum bara mættist nemma og búin að koma okkur fyrir Við viljum ekki stress Nei, ekki það, ég er hlakkar Stress er nógu mikið fyrir Vaknið, beer, lest Búm, sækir svo sigur Já, sko, þá erum við búin að taka fös laug maður getur verið lítið, guð með góður ég get ekki hugsað á þetta í mánudaginn Sko, ég held að húublöð þetta er ná mán Já, það verður húfa og hætta, ég get lofaði því Sko, Steindi, þú var eiginlega dokumenta húublöð Ég verði að fara þetta húublöð, sko Það er ekki hægt, af því að Öddi hann ákvað að taka fyrstu vél heim Já, ég get ekki, ég veit hvernig ég verð Við erum að fara 4 saman hann fyrir einn í sér vél Hann vill ekki vera Klukkan hvað er það? Hún er 11.55 með Icelandair í stæðan fyrir að býða til 5 og taka EasyJet Það var léttast ákvörðun aðeins bara koma sér heim Þú vilt bara hafa þetta ógeð Nei, ég bara vill komast heim sem fyrst Sko, málega Stafur að vakna, chilla, fá sér 2 beers Ég verð bara með skjált eftir þetta sko Já, en málega þegar þú ert búin að fara og svona, þú veist það er miklu betra að sofa bara til hádegis, vakna, farið góða lunch farið eitt bjór Þú ert að klikað út klukkan 12 sko Já, einmitt Þá var ég komin í loftin Já, en þú ert samt eitthvað lítill með skjálta og sko, ég er að segja það eins og núna þegar ég var í Sviss Við fórum til Sviss með vinafólki Þú getur ekki alltaf sagt þetta Steindi því að þú veist ekki hversu þunnur ég verð á sálinu Nei, Mér langar ekki að vera svona Mér langar ekki að vera með hett og húfu og ekki tala við neitt Nei, það er þegar ég hef aldrei verið með þér í útlöndum þar sem þú er bara vaknað fengið ég bara mat, 1 bjór spjallaði mig og við förum samferða heim Þannig byrjuðu alla daga Þú tekur hettuna þú vilt ekki sjá neitt og neitt tekur bara hettuna og vilt bara fara heim og það er eins og þér líði eins og eigi skilið 1 hræðilegan dag því áttu tóku það Já, nú er það 3 góðir Þetta er þjóðatjar Dillin er ekkert endilega þannig Þú getur líka átt bara 3 góða daga og 1 bara svona smá sæmil þunnur en alveg fína dag Já, ég sagði við Rakel ég var að spæða að taka með þessa æfingafötu með og reyna að ná einna æfingu á laugardeginum og Gufu, hún sprakk úr hlátri Hvernig ætlar að finna út úr því að gera það? Hvað í sketsjónu ætlar að gera það? Hvað í sketsjónu? Byrjaði ekki klukkan 5 eða eitthvað á laugardeginum Ég myndi vakna í hádeginu, fara á æfingu Núna, þú veist það sjálfur, ég myndi fara á æfingu og eina Gufu Það myndi hjálpa bara að geðhilsu mér Þú veist, þetta er samt ótrú Þetta er
þú veist, þú þarft að byrja að koma og ferða eitt stað, bara bjór, svo næsti stað og... En hvað gerir það fös? Þið fljúðu alltaf að lenda hann á fös. Ég sko núna þegar þess þáttir í loftinu þá klukkan núna, 10 mínútur yfir 4 í London. Hvor okkur heldur að sé drukkna við Íslandi, þú og ég? Ég held að húki menn sko hvað mætti glæða Ég gæti verið fullari af því að sko ég að fara að svefnlaus út. Já, það var í tökur fram á nótt á fimmtudaginn. Ég í nætutökum, ég er búin í tökum 3 og við maður mættum á flugur kl. 4. Nei, þú mættur upp á flugð 5. Þú ætlar að koma bara beint inn til mín og leggja það. 5 nótt. Ég er tökum til 3. Þannig að ég kemur... Hvernig fyrir þessi helsi við? Brostur 7. Á morgun. Þannig að ég hugsi keiri sko bara til blöð og takk í rauninni smá lögn það til að ég svo bara svo í svo að þú verður sleep deprived föslausun mán. Þetta þarf ekki að sofa. Og þetta er heldur vel. Og heldur að verði ekki feskur á mánudeginu þegar hann ætlar að kíkja bara á Hard Rock og fá sér eitt kaldan og spjalla og hlæja. Þá verður ég lentur heim á Íslandi. Það má ekki gleyma því að svo náttúrulega þú veist alltaf á föstudag alltaf hann út sopnaður minneti sko. Svo ertu bara farin svo næja svo bara. Þú verður feskur og lög sko. Já, ég er líka búin að ég er búin að taka út smá þroska. Ég fann það í síðustu ferð þegar ég fór til Barcelona. Ég ætla bara að lofa sjálfum mér að haga mér sem maður föstudag og laugardag og vera feskur á leiknum og ekki vera að deyja á mánudaginn. Ég segi það núna en þetta verður öðvitt. Ég myndi að þú ert í O2 Arena. Gunni er búin að vinna. Gunni er búin að kiskja trúðin. Þú ert bara í einhverju geð, þú veist, þú ert að hafa svo gaman. Það eru, þú veist, 300-400 Íslendingar. Allt í gangi þarna. Og líkundar á því að þú veist að vakna sem við erum að vakna kl. 9 daginn eftir til að fara einhverju lest í Manchester. Ég var að major against this en ég stemningsmaður. Þú verður bara við erum að fara á leik. Enda sagði ég stemningsmaður. Hvað er lestleik? 2,5. Ekki neitt, það er bara svo vall lagur. Ég sagði líka við blöð, hvernig ertu á 3. degi í lest kl. 9 morgun? Er ég að fara að fá bara hettuna á leiðinni í eitthvað gaman? Nei, Egill getur staðfest það að því fyrr sem þetta byrja, þetta henta mér nefnilega vel. Þetta að ef ég að taka fyrsta bjóri einhvern tímann eftir hádegi þá ég búinn að ná að sofa veist, þá allt farið úr mér ég fyrir létt með tengingu bara klukkan 10:30 og Blöð sko. er United gómur sko. Hann á leikdegi er hann alltaf ekki ég er bara ágjör á mánudaginn það verður syngjandi hann svo trúður í svo lest sko. Já, en hvernig verður helginu á þér Egill? Bara ég er bara í fermingu ég skil ekki að ég er bara að klípa sveppa krull hann á lögadagsmorgun í fyrramáli svo fyrir ég í fermingu og svo sendi ég e-mail vinn en þú lítur að horfa á Gunna já það er ekkert sem pepp mig meira upp en að horfa á Gunnar já ég dýrka ég get ekki setið þar að standa bara á það eru líkur að þú sjáur okkur maður heldur svo með, já, þú getur ykkur sætum, ég séð 100%. Nei, ég sé að það verður close-up af yfirvaraskegginu. Nei, það er ekki bara það, því að þegar Gunnar er að lappinu hringinn, þá munum við eðlilega hólka okkur þangað að reyna Þú ert að misleika fánan, nei, þú ert ekki að reyna að taka 5 á hann. Jó, getur 5. Hann heldur að hann myndi ekki vera gladur að sjá okkur vera mækta og Gunni! Við tökum skilur Gunni! Fyrst að láta Gunni ætlar að taka rækjusamlokun á þetta er stokkarinn að gefa hann 5 þegar hann að lappa innstinn hvað ertu 10? og vertu með hérna þetta er vinnu minn, ég þekkti mann þetta reyni að segja þér að taka loka pepp á vertu með íslenska fána alltaf gaman að sjá þeim að horfa á svona öttfætt að sé menn að veifa fánanum og stemning við þurfum að græja fánablöð og mæti íslenska landslýsbúnum líka við sýnir svolítið samstöðu þarna ég verð ekki landslýsbúningum en ég ætla að taka fána minna getur að græja treyjur og búninga og nei hérna á fána og allt þetta málingu líka neyrir þið ekki einhverju sexy skýrstu og hvað ég málaði þig fram mér líður alltaf eins og sé að fara að ferðast með 10 ára krakk þú ætlar að gefa hann 5 og verið með andlitsmáling nei ég að segja þú veist ef þú átt fána og einu andlitsmáling þá taktu það með hverju líkundur en ég í andlitsmáling ég á fána ef þú átt fána það voru ekki mikla líkur að þetta fána sko hlaka til að sjá ykkur í TV það voru rosalegt hvernig síkir hefur nú oft verið það stóri hjá mönnum Steindi þú tjefrar ykkur local time hvernig er Gunni þetta er sami tími hann er þriðji síðasti bardaginn hann er á málega hann má ekki gleyma því að þetta kart er rosalegt og main og co-main eventin eru þetta er svakalegt kart sem hann er þriðji síðasti bardaginn hann á geggjum stað og hann er 10 leiti þá? Nei, hann er fyrr, ef þetta byrjar 8 ég myndi að segja að hann væri réttur í 9 ég myndi allavega að vera komin við sjónvarpið kortir í 9 kortir í 9 og hann gæti verið það er góð tími kortir í 9 til kortir yfir grautt gerðar kláð ekki vegastæmi það söks þetta er alltaf bara fullkomin tími fyrir Íslandinga að vera bara komin fyrir fram að sjónvarpið bara hálf 9 ég þarf að henda í
Mér sýnist það sko, ég þarf að hendi steikur upp bara og Já, þú verður að fá horfa á okkur þetta að 2-3 félag Getur ekki yfir verið bara og í get ekki verið fermingu? einn þunglindur og horfa á Gun og Gleymdu kirkja og hugmyndinni. Af hverju túr hérna- og sé Brian líka, ég hef búin að horfa og ég hef illa við þann mestara Ben Já, veist hann En að því að þú veist, það er búið að spurja mig svo oft og Það ég má fe- ekki vera illa við neitt annars sko. og sko, af því að- Nei, bara, veist ég Mér langar að klíra eitt líka Þú strákar. vona að kirkja það Það er búið að spyrja mig svo ofta að þessu og ég veit ég mun fá 300 skilabóð á laugardaginn frá alls konar fólki hvernig á að horfa á þetta og ég ætla bara að segja ykkur að sem sagt, þið farið bara inn á Fight Pass, UFC Fight Pass, googlið það bara UFC Fight Pass og þar getur inni keift pay-per-view. Þetta ekki líka við að playa Ég sko var alltaf að sporta ég Þetta með pay-per-view Já, ég þekki bara ekki hvort að þeir séu með pay-per-view eða bara Fight Nights en ég veit það ekki Allavega kannski. bara byrja bara að spá því strax Já, en hitt er allavega solid af því að ég er bara sjálfur áskrifandi þar þannig að það er Þú bara ert Fight já, Pass. þú ert líka alltaf UFC sérfræðingur sko. Já, En annars erum við með þrusu þátt fyrir ykkur í dag, kæru hlustendur Það ekki? og það er, ég myndi segja að við erum að fá rándýran gestinga í stúdíóið sem ég hlakka til að spjalla við, það er hann Gísli Örn Garðarsson sem að er, stórleikari, orðin stór leikstjóri, var að leikstýra Exit þáttunum sem að er nú bara, með mínum uppáhaldsþáttum norski þættir sem að eru ekkert eðlilega vinsalir, bæði í Noregi og um allan heim og Íslandi líka. Norrmenndi kunna þetta líka rosalega sko. Já, og svo er náttúrulega Gísli, hann hefur leikið í Hollywoodmyndum Já, og það þetta er helvítið sterkt. verbúðin, hann var að leikstýra því og leika Það og... er öflugt sæning að fá Gíslaðinn sko. Já, það er eins og ég segi, það er rándýr Já, gestur gaman á að spjalla leiðinni. við hann hérna hvernig var að leikstýra þessari seríu Já, það er hellingur sem ég langar að spyrja hann sko. En það er Þannig að- sko, já, ég man eftir, ég sá hvað hétt aftur norska myndi, þetta er ekki Headhunter Jó. Já, sem er svona þá fattar maður bara, þú veist þeir búa til heldur góða myndir líka sko. Já, norðmaðurinn kann þetta þó ég sé nú ekki ég er ekki hrifin að ég að fara út á lífið í Noregi allavega Svo erum Ég við hef aldrei með komið til Noregs Nei, sleppti Svo erum við með Ég ætla að henda ykkur aftur Þessi í gæði er alltaf náða party hérna í Noregi sko. Já, ég þarf að ræða þetta svið alveg eftir Það við þurftu að hægt að vera undir áhrifum því ekki var ég út og kókaður eins og þeir þegar ég var inn að komast inn á Þeir okkur voru svolítið í dagdrekkinu og þeir voru í heimahúsi og svona á kvöldin sko. Já, það er Gísli, svo er hvað er í spurningkefni gerst annars? Sko, út af því að þið ætla á morgun er Gunnar Nelson að fara að kirkja hann að trúða þannig Bam Bam Já. Hann ætla að vera með King of Fighting King of Fighting, já, ég get nú ekki verið líklegur þar því að ekki við slegist oft Já, Steindi er clear favorite auðvitað, sko, því að hann ætla er rosalega blöður í gólfinu og sem margótt farið Ég yfir hafði jiu-jitsu og því var rólingur og fandur líka Já, alveg svona klípur og allt þetta sko þannig að Er það? Er ég mikið að klípa? Hef ég klipið Já, þetta? sko, hann er líklegður, sko, hann er klálega, sko. En maður veit aldrei hvernig það fyrir, sko, það er skemmtilega. Ég var svolítið í því eftir ég var á draugir að klípa vinn Já, það er rosalegt Það er óþólandi, en það er ég hættu því Ég man eftir þessu, þú kleifst mig oft maður Já, í síðuna Já, klipin í síðuna bara randomni Ég hættu því Við erum með myndurum fyrir Cash líka Sturla staðrendir og já, bara með þéttan og góðan þátt Mér er þess að varst að spáði henda okkur í Sjöra Steg og Sjöra Go sem er ekki verið lengi Steindi. Já, ég væri það komst ekki að í síðustu viku ég ætla ekki að binda mikla vonir Nei, vonum að það komist að í dag Það bara kemst að ekki en ég er með Sjöra Steg og Sjöra Go ready og hérna, ef þú gefur okkur hljóðdæmi hvernig var þetta þegar menn þurft að fara manstu, það var Get the hell out of here Eigum við þá upptöku? Nei, þú þarft að taka það live bara Get the hell out of here Nákvæmlega Og þetta er alltaf basically tveir optionar Annar aðeins þarf að yfirgefa eiguna Já, ég er til í þetta allt saman Við erum í bullandi gýr þó við séum ekki í beinni Þannig að ég ekki voru ykkur að skipta um stöð eða lækka og við ætlum að byrja náttúrulega, ég treysti bara á Rikka hann hendi eitthvað rosalegt lag fyrir okkur núna Það viltu ekki kalla það bara Já. Þú veist, viltu að vinna viltu buppa, viltu krít Þá erum við að byrja bara um þetta klúrist sko, bara Rikki, make us proud hérna núna annars verður við brjálaður, við erum að hlusta á þetta í London FM 95 blöð með ykkur hér á FM 957 og já, drengir, ég held að sé bara ekki eftir neina að bíða það er komið að, já, lið sem að margir ég bíða eftir í FM 95 blöð það er slúður Það er rosalegt Já, þetta er, ég myndi segja að það væri virtasti slúðurpakki vikunar alltaf þú tekur alla miðla Íslands Rosalega pakkið öðru dag Nei, ég get ekki, jú, hann er allt í lægi Þetta er liðlega Það var að slagur. Ég heyri það bara Ha? Ég heyri bara til liðlega Nei, alls ekki Sko, ég ætla að byrja á Óskarnum Óskarsvelunin voru síðasta sunnudag Ég bara,
Það gerðist því ekkert merkilegt Nei, ég er ekki Þetta voru dreflegilega hátíð Ég ætla að segja, þessi Óskar er ekki bara að deyja Já, þetta voru alveg ógeð sko. Fyrir 2-3 árum þá ég geta sagt þið bara 10 ára aftur í 15 ára aftur í tíma hvaða myndu var valin best, hvaða besti leikar eitthvað Ég vissi ekki eins og hvað var tilnæmt í ár Þetta er bara, ég þekkti alltaf myndirnar Jú, reynda Top Gun var tilnæmt sem Þetta var eins og ekkert eðla skemmtilegt Maður vakti yfir þessu þegar Ég maður vakti alltaf þetta, það var Ívar Guðmunds alltaf með þetta Já, það var alveg entertainment Ævar Gudmundsson sá þetta Nú er það borðið boring En sko, málið er að myndi sem vann Þetta er orðið svo PC eitthvað Já, myndi sem vann Everything, Everywhere, All at Once Er geggjuð Já, mér langar endur að sjá hana Hún er mjög góð Og en ég En veistu ekki hvað ég meina að maður er ekki einhvern veginn alveg jafnspenntur Jú, ég skil alveg gott við og þú veist, maður þekkir náttúrulega miklu færri myndir þú veist, þetta er þetta ekki líka svolítið eins og þegar þú veist yngri þá vaktur yfir Óskardum og allt þetta, reynda gerði kona mín hún fekk vinkurinn heimsókn og það var þema og allt upp á 10 þar Þegar hún gerði líka með NFL og allt, hún er Super Bowl og svona, þannig að hún er stemningskona Hver er anda í Egil? Það er hægt að anda svona í mæk Ég er ekki með Ég er ekki með headphones Sopnaður á mæk Það er svo verið hundur Sko ég glemdi mér, ég var að lesa Ég var að lesa Ég er að fara yfir ratings en ég glemdi mér Ég var að rannsaka Málega þú varst að horfa á þetta Þegar þú varst 20 og horfni í blöð Ég ætla ekki að það er ræðilt Það er andi í mækinn Þið veit að ég nenn aldrei að vera með headphone Þannig ég heyr aldrei neitt Ég verð að pikka í mig Ég byrja að anda þessu okkar pervertinu Þú varst alveg lefið onni í mækinn En málega er að cirka 46M Hóruðu 2000 þegar blöð vakti eftir þessu Og nú er þetta komið bara í Þú veist Hvað var núna? Já, þetta er núna hóruðu ykkur 16 miljónir Já, sér það Þetta er alltaf að þetta er búið detta hróðalega Þrýsa svona minn áhorf Þetta er líka Young Men's Game, sko Þú ert ekki að Já, kannski Nei, samt ekki í Bandaríkjunum Okkur er það ekki bara 20 að horfa á þá Fattur? Alveg svo ég var 20 að horfa Sko, jú Þetta var ennþá mjög vinsæltalið 2014, 15, 16 Vantar ekki bara skemmtilegri? Beila síðustu 2-3 ár Þau tekið rosalega díu Bara stuttu tíma Og ég get alveg sagt þér okkur það er ekki lengur kynnir Ég var reyndar að vara núna Jimmy Kimmel En eins og fyrra var engin kynnir Kevin Hart mátti ekki vera Þetta er búið að vera svo margt Chris Rock kynnir, mástu að hann fekk löðrungin Nei, hann var ekki kynnir á allir hátíðinni Það var bara kynnir neitt aðrið Sko 2019 var bara flott veginn Þetta er bara búið að gerast núna 2020, 2021, 2022 Yes. Sko, slúðrið sem ég ætla að koma með frá Óskarnum er að Tom Cruise, hann mætti ekki eins og samt þá er það komið inn að sharer sko. Tom Cruise nennir ekki svona að mæti í partí sko. Top Gun Maverick var tilnæmd 6 Óskarsveluna og þar á meðal í flokknum besta myndin og bjökkast margir við að sjá Tom Cruise á velununum Hvað var hann bara í sík og heima? Já, það var eitthvað verið að það er einhverja svona getgátur hann hafði viljað komast hjá því að rekast á fyrir þetta eiginkonu sína Nicole Kidman En það er eitthvað bíf þar Þau var bara hæ og Já, ég trú ekki að sé það Kanski grunnarum að myndi nú ekki taka þetta En veistu okkur að þau skildu á sínum tíma Hún neitaði að fara í vísindakirkjuna Já Ég held að segja að partí að vera henni í kirkju Nei, þú segja að vera helviti sniðut hjá henni Já, það er nú meira rugli Held að segja gaman henni? Nei, það held ég ekki Ég var alveg hreinskilinn og þetta er maður sem var í Philadelphia söfnunum og er alveg peppar alveg allt svona rugg Hvernig var lagið þetta? Hver er svo besti, það er en Guð Hann er upp á himnunum, þangað að vilja fara Herra á það, Tom Cruise mætti ekki en svo er ég með aðeins meira slúður af Óskarnum því að ég horfði á þetta sko, ég var búin að lesa mér finnst leiðilegt að heyra þetta því ég fíla hann sem leikar og mér finnst myndina skoðar Hugh Grant er vist bara eitt svo aðleiðilegast í bransan Ég sá samt að þetta viðtala mjög endilt Já, þetta var bara vond að horfa á þetta Hvernig nennur að vera svona leiðilegur Ég nefndi ekki að play en var hann einu ára fyndin að var hann bara hálfviti Hann var bara hálfviti Bara, greið konan að taka viðtalvan og nefndi ekki að svara hann og bara svona bara af hverju ertu þá að fara í Já, sama ég hugsa Segðu bara nei takk Þú er íslega getað að labba hann viltu koma að spjalla? Þú hefði ekki sagt bara nei, ég er góður Í stæðan fyrir að fara í það og vera leiðilur Ég var búin að heyra þetta einhversta ráður Hann væri algjör hálfviti Það verið sér staðfest Ég sá að voru rosa splittast úr í 2 hópa Annar hópinu sagði að þetta hefði verið hann hefði verið dóni og innhópurinn var bara neða, hann svaraði bara hann var þurr ég hef ekki séð þetta sko ég sko bara það er viðtal þá þarftu hvort þér að gefa eitthvað þér þú veist, þú getur ekki mætti viðtal og verið bara já og nei svo sem var að taka viðtal hann bjargaði sér alveg en bara ég get rétt ímyndað mér hvað þetta var þetta var Ashley Graham sem var í viðtalinu að taka viðtal við hann
ég bara, ég setti mig bara í hennar spór spáðu hvað þetta óþægilegt þú ert nógu stressum fyrir þú ert að fá aðna einhvern Hollywoodleikara það er Óskarsverðlaun, þú ert að reyna að búa til skemmtilegt sjónvarpsefni með í eiranu og allt á milljón kemur einhver svona þurrkunda í viðtal ég hefði bilað, ég angrís ég hefði spurt hann í viðtalinu bara hvað ert í fílu? Eða bara, af hverju svona leiðilegur? Eða bara af hverju ertu hérna? Já. Hvað ert að gera hérna? Það var alveg sama hvað hann spurði hann og meiri segja hérna hvernig hann leki einhverja mynd sem hann tilnæmt til Óskarsverðlauna hún bara hvernig var á setti hérna var þetta ekki geggjar hópur eitthvað já ég var bara í 20 sekundur í myndinni já þú lítur að vera á staðnum og eitthvað svona allt leiðilegt sem hún spurði hann og bara hérna what are you wearing? My clothes Akkur var hann ekki bara heima á sér? Ég horfði á þetta eins og ég fíla hann sem leikara og lækka hann í álitið á mér Kannu ekki sagt bara, herru, ég er í jakka frá þessu Þetta gata það, bara vera leiður Það er bara með leiðindi Ég bara veist að ég allavega hafi ekki mikið á þessu Ég nefndi ekki einu svona að klikka á þetta sko Talandi leiðilegt fólk að þá er Loreen fulltrúi Svía í Eurovision þetta árið og Svíjar eru svo sem ekkert leiðilegir Ég bjóðar í 2 ár og átti góða vinnar en sko, Svíin er erfiður og nískur En þú veist, allavega að vita að hún myndi taka þáttur síðan löngu áður en hún fór áfram En ég ætla að segja greitt Mér finnst þetta lag flottar en ég er búin að hlusta á þetta 3 svar Þetta lag er sturlað Hvað segir sérlegur ráðgjafi Egill Einarsson við þessu? Ef við erum að tala um heilalím þá er Euphoria Já, út af því að þú veist Euphoria bara eins og heyrir er Euphoria sterkara viðlag Það var þessi FNÍ fyrir blöð þá leti ég alla syngja þetta lag Já, ég er alveg sammála því að þetta er átt slag hjá Sweden og Loreen sko en ég held að þarna 13. maí að Evrópa bara svona, hörðu hún er búin að vinna þetta lag er fínt Mjög gott en Finnandir eru í álveru stuði En þeir eru ekki þeim er ekki sko þeim er ekki spáð öðru sæti þeir normenn voru í öðru Nei Ef þú vilt staðrendir Ég er Eurovision sérfræðingur nokkar stendur Ég sá bara blaðagrunni fyrra dag Nei, Noreg er spáð 4. sæti Finnunum Noreg, varst ekki spáð Noreg? Jó, það var í öðru sæti í fyrra Finnland er spáð öðru sæti En 3. Og Úkraina 3. Noregur 4. Bretar 5. Það var Norðurlöndin verið svona sterk ári Og Íslandi kom upp í 21 Við erum út 24 Endur ekki 13. sæti, var það ekki alltaf svona okkar En málið með Finnana Ég held samt með Loreen, ég verð að taka það fram Við getum ekki haldið með Svíum í sko. Finnin er miklu skemmtilegri Finnin er skemmtilegri Svíin, já Og þú sérð bara að þessi meistari singulagi er ekkit heðilega skemmtilegur Og Loreen, málið er Svíin kann þetta Allir bestu, svona Allir bara pop-smelli koma frá Svíþjóð Já, það er framleiða hittara Ég meina, lögsögu heyri sem er að meika það í Bandaríkjunum Þú eru búin til í fokkin Svíþjóð Allt með Britney og allt þetta sko Þetta er bara allt búið til í Sveden Þeir eru sérfræðingar í þessu Þannig að við megum ekki bara, hörðu Ok, við getum bara ekki gefið þeim þessa keppni aftur því miður Þannig að við gefum Loreen annarsætið Og við Íslendingar kjósum Finnana Í smá stemningu þarna En hún er klárlega favorite En samt ekki það mikið Þegar þú getur segð það, hún er 1.91 á Loreen Ef þetta væri algjört walkover þá væri 1.20 Já, reyndar Ég ætla að enda slúðrið á vinkonum minni Shakiru Ég er a huge fan og ég vildi óska þess að ég geti tala við hana núna því að nú þarf hún bara að fara að segja þetta gott Gerard Piqué, finnandi maðurinn virðist vera svona nættur aumingi og þú veistu hvað, hún á bara að segja hann að fokka sér og fara að pæla í einhver öðru Það er nákvæmlega sem ég langar að segja henni því að sendir ekki bara skilabóð á gramminu Ég ætla að reyna, bara move on bara hættu að spá í þessu því að hann er sem sagt byrjað með, var að halda fram hjá henni með einhverja 23 ára píu sem heitir Clara Tia Marti og þau eru byrjuð saman og núna í rauninu öll viðtöl og með þess að lægi síðasta lagin og fleira gengur allt út á þetta hjá henni það er bara she needs to let it go því að hún var núna í einhverju viðtali á dögunum þar sem hún sagði að það er staður í helviti sem er frátekið fyrir konur sem styðji ekki aðra konur og var þá að beina þessu sem þess að á þess að Klöru Tia og svo segist hún bara vera sjálfur sér nóg í dag og hægt
hætti að hugsa karlmenn. Bara brjáluð út í hann en já, það rétt. Það svo sett hún líka best sko fyrir hana bara segja bara fokkit og fara núna bara á móðun sko. Sjá hérna frá þessu viðtali, hún ekki neinu vesenni sko, þetta bara með ökulegur konu sem ég sé sko og fyrir utan hvað hún hæfileikarík. Það líka hérna, hún setti eitthvað minnski á TikTok sem hún dansaði við lagið Kill Bill og í textanum er sungið að myrða fyrrverandi kærasta og nýju kærastana og þetta vakti athygli og við fengið yfir 20 milljónir áhorfa, þannig að já, hún getur bara kannski negla á hana línu og ég finna að sjá hún bara Shakira verður alltaf stór hluti í líf okkar Sveppa og Þórdísar Köllu og Sveppi frétti að vera pappi og Shakira tónleikum. Það er rosalegt. Já, hún var Íris, ekkert alltaf sátt með hann við vorum átt úti og svo hann fara að haga sér svo maður, hann var að vera pappi en þetta var slúðurpakki dagsins og hann var nú bara nokkuð fín, fór yfir Óskarinn, fór yfir Eurovision, Shakiru. Þetta var bara flott sko. Við getum ekki kvartað yfir þessu. Þetta var heldur góða patti. Ég held að það var að skýta. Nei. Eftir og tala þetta niður í byrjun. Já. Segir bara takk fyrir mig. Já, þetta var bara flott. Ég segi bara takk fyrir að hlusta og við skuldum auglýsingar. Hlátur milli 4 og 6 alla föstudaga. FM 95 Blö. Það held ég, elsku vinir, þeir að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 og það var trukkundrengir að bakka með nýjan tónlistatíma. Nei, manstu, þetta sagði bara alltaf. Já, bakka með fulla bílatónlist. Já, og svo leik maður hann, bíp, allt þetta. Já, gömlu góðu dagarnir. Já, þeir þröstu 3000 og Svali og þeir sáum allt hérna. Við höfum alveg rentið yfir þetta áður að sko, einu sinni var samt skilda í útvarpi að tala svona. Og það var, þú veist þessi FM rödd? Ég opna samt ennþá svona. Ég finn að ég get ekki blökastinu af því að það er einhvern veginn svona aðeins til aðra. Veitu hvernig opnar þú? FM 95 Blöð með ykkur, þegar ég ætti að vera bara FM 95 Blöð með ykkur hérna á FM 95 Þetta er náttúrulega aðeins meira stuð. Já, ég meina það er föstudagur og fólk er í gír. Og það er bara, jæja, FM 95 Blöð hefur hafið göngu sinna. Og allir í gír. Og brosa með hún talar. Já, það var ekki Valli Sport sem getur Valli Sport kendi með það. Er hann ennþá umbóðsmaðurinn af Valli Sport? Já, svona, ég held að verði það bara svona semi að eilífu. Það er bara það frábær. Ég elskar það. Það er mjög góð regla og líka bara þegar fólk er að taka upp lög og fleira. Ef við lægið á að vera stemning. Er hann með Diljá? Nú er hann farið í nokkra Eurovision-ferðir og hleypið fólk ekki í viðtölu. Já, það var einnig stert að sæna ef að Diljá er ekki búin að sæna Vala Sport að gera það bara í kvelli. Já, hann passar upp á. Já, þá líka fara frið út. Það getur ekki verið farið í öll viðtöl og bara slaka þess á sko. Bölvaði eftir það, mátti ekki fyrir eitthvað viðtöl. Við verðum að sæna Vala Sport að þeim sko. Já, svo hún verði fesk á leikdegi. Já, ég meina, þú veist, ef það er enginn að sjá hana, þá verður hún bara í viðtölum alltaf daginn og mæti bara hás þarna, við gengur ekki. Já, og degi og þreytu. Já, við tökum ekki þátt í því þannig að Dilja að þú ert að hlusta. Heyrði í Valla. Hringdi í Vala Sport. Passar upp á það myndi. En sko, Gísli Örn er rétt og mættu drengir, hann sagði að hann kemi hérna, það er svona 10 mínútur í hann. Þannig að ég fór að hugsa, ég tók í fyrsta sinnum daginn í langa tíma myndir fyrir cash og mér fannst það gaman. Ég man ég á komið leið á sínum tíma, svo fannst mér ógeðslega gaman í síðasta þetta. Sérstaklega kókainspurningin, hún fór bara, svo spurning went viral. Já. Það bara, myndir við taka kókain með pappaðinu fyrir 30 milljónir. Og það voru margir sem hlóða þessari spurningu, fannst þetta lett þessari spurning allar tíma. Þú er bara verið að fá skilabóð síðan að þú sért hálfviti. Já, það var bara sagt orðrétt við mig síðustu helgi, sagði frá sér blöggastinu, það var sagt orðrétt við mig bara, þú spurði hvort það myndi taka kókain með pappaðinu fyrir 30 milljónir. Ég gerði það með pappa minn á Stamford Bridge og við borguðum 30 fyrir það. Þannig að það var svona mér finnst ennþá stórfurðulegt. Það lítur að vera djók. Já, eins og ég sagði í blöggastinu, ég vona þessi djók og hlýtur eiginlega vera. Fjandinn hafið það mér, menn fara ekki að fótboltaleik bara. Ertu með 3 í dag? Nei, ég er með 2 góðar. Og sko, fyrri spurningin er einmitt tenging á hina, af því að ég er búin að fá skít fyrir spurninguna í síðustu viku. Þannig að ég ætla að uppgreita hana. Veist að þeir eru svona miklir töffarar og eru ekkert hræddir við vímuefnin, drengir. Nei, við vorum aldrei að tala um það. Þetta bara heldur há upp, sko. Já, þetta var bara léttast að já hjá okkur evers. Ég veit ekki eins og ég held ég gæti bara ekki dobla pappi í þetta, sko. Séð með gullgæðið það. Viltu prófa að ringi pappaðin og bjóna 15 milljónir núna? Svo rættum síðast. Ekki fyrir kókain. Herðu, ok. Ég er þetta í úlíki eitthvað svona kókain spjall og það kemur frá þér, sko. Ég veit að það er bara, þetta skrifast algjörlega á mig og ég byrst afsökun á það. En ég ætla að gera það þá aðeins grófara, fyrst þetta var svona lett fyrir ykkur. Vildu taka heroin með pappika fyrir 32 milljónir? Ég var að djóka með hvað það er að tala um heroinu. Þú ætlar að henda beint í gullnu sprautuna. Já, ég vissi ekki maður kölluð það. Hún er kölluð gullnu sprautuna. Er það að taka heroin einhvern veginn öðruvísi en að hérna? Nei, þetta verður að vera sprauta. Já.
Getur ekki tekið það bara í nefið það? Ég veit það ekki. Ég veit að sprauta því í nefið, örugglega. Já, en bara Þú getur ekki reykt þetta líka. Ég sko getur Ekki að við sem að fara að kenna hvernig Sko, það er. en getur ekki tekið einu sinni á þess að bara háður? Ég það ekki En ég minna, þetta séns sem óttar að taka. Ég meina, Bara heldur góð dýll ég er að tala að taka bara eina sprautu og svo ertu bara komin í ræsið. Já, það er ekki ólíklegt það Á þetta ekki að vera þannig. Þetta sé, er þetta ekki það rosalega ávanabindandi eða víma sé það svo rosalega. Ég get googlað þetta hérna. Það eru skrítin brásið. Can you take heroin one time? Addict, já, ertu Can you take heroin one time? Are you addicted one time heroin? Það er ekki bara Að hverju eru það að hallast þarna? Er þetta já eða nei hjá okkur? Ef þú verður addict, sko, málega fer svolítið eftir þér hvað eigið. Það er komið náttúrulega með þetta taka beltið af þér og bíti það og þú veist ná æðin út og lemmi hana og allt það vesen sko. Það er svona þetta hittir smekklara einhvern veginn sko. Hvor ekki að fara undan, þú eða Einar pabbiðinn? Það myndi bara á samme tíma. Ég veit ekki bara einhvern veginn Já, þið er bara einhvern veginn klára þetta, fá þess að 30M og halda svo áfram með lífið Hvað er þetta að googla hvort þú getur tekið heroin á þess að Og hérna stendur bara no, you cannot become physically dependent on or addicted to heroin after one use. Já sko, það hjálpar okkur ágætlega. Hann er bara að gefa þér 30M En basically er þetta sko, það má ekki gleyma því, þetta er bara eitthvað random svar á Google og Reddit sko. Ég er ekki alveg það er ekki alveg að trista á þetta sko. Þetta er bara eitthvað bæring á Reddit sem segir að það sé ekki hægt sko. Smá vesen sko. En hver er þetta hallast á það? Ég er bara hérna, herru, hringdi þetta er hörku upp Já, þetta er hörku upp en mér finnst þetta ógeðslegt. Þetta væri svo létt nei hjá mér. Þetta eyðileggur ekki lífið hérna fyrir mann að taka einu sinni. Það getur víst gert það. Já, pabbi myndi spraut okkur. Já, ég meina, eitt skipti. Já, við myndum gera einu sinni. Nei, hætt að ljúga. Ég er ekki að ljúga. Hvað meinar þú? Ok, heldur þú myndið ná að dobla sínjurinn í það? Hvort er verra fyrir líkamann að sofa ekki 5 dag í Atlantic City og eyðileggja sig með áfengi eða taka eina heroinsprautu og búið? Ég held að hitt, við séum skára. En ok, verður núna alveg hreinskilin á stendi. Af því að, veist, Einar er svolítið svona high or by basis. Ég þekki pappa þinn aðeins betur. Heldurðu Nei, Pétur Það má ekki setja löppina að ná maður Mundurðu Það kom eitthvað snúruljóð Ég veit að það kom í upptökuna ekki En það var ærandi Telur einhverja líkur á að geti plata pappaðinn sem er nógiðasti maður landsins Þú ert næst nógiðasti Pappi minn fer ekki í sprautur sko Nei, og heldur hann sé þá að fara að fá sér heroin með Ég máli er að ég held að pappi minn elski Cass líka Getur fengið bara lækni í þetta Þannig að hann stendur ekki að býti beltið og með skeiðina og kveikjarundið því og allt svona lestu mér reynda að hugsa þetta aðeins Hvað helst þetta er svo fallega stund? Nei, ég var bara að gleyma að það er skeið og kveikjarundið Ég held að við fengi bara aðfenda eina sprautu Viðbjöður Já, ég vissi ekki að við þurfum að mixa Já, þeir þurfum að mixa þetta Já, það var Sjóðu þetta og hvað sem að gera Ég heyrði það ekki á En það myndi okkur sjá að þetta væri bara eðlilegu skammtur Þetta er bara svona baby Já, ég sænaði minni þetta í kvelli Það er rosalegt 30M Ég myndi aldrei ekkert Bara aldrei í lífinu Þetta er bara svo vinni lottó Ég myndi ekki gera 30M Ég er ekki að gera Ég myndi ekki gera þetta fyrir 100 miljónir Þetta er life changing amount Ég er bara aldrei Nei, ég sko Það má ekki grínast með þetta Það eru ekki fullt að liði brjála núna sko Já, bara rjála sko Og við erum sérstaklega til þiblu að vera að koma með Ég meina þetta er myndur fyrir cash Já, hvað, maður ekki spyrja þess eins og það eru Jú, það lítur að vera maður Já, allavega, þeir sem eru brjálar, þá get ég sagt það Ég myndi ekki gera þetta fyrir 100 miljónir En þeir sem eru báður, já Ná, næsta Já, var það ekki? Já, þú bara öskraðir hér Við pappi förum í sprautuna Ég sagði það Nú koma mömmu Já Myndu þið ekki Heroin spraut og heroin vím okkur upp með henni líka Nei Myndu þið þykja kjöldudans frá móður ykkar fyrir 10 miljónir Helviti er þetta Þetta er sérstætt En hún væri væntalega í bara fötum Nei, þetta er bara eins og þú fer á strippstað Hún Veistu hvað kjöldudans er? Já, væri hún bara alveg allsber Hvað helst ég að minna? Hún er bara að dansa fyrir sama í fötum Nei, ég bara Þetta er bara lapdance Já, en hvað, þú veist, getur hún þá ekki verið í nærfötum eða er hún Skal gefa hún máli í narjum Við erum að hála Já, sko Ég er þetta fólk að veit hvað Tindi segir hana Nei, ég er að segja sko Þið segja hann alveg að fá í þessu Já, ég byrjar að sjá eftir þessu öllu saman hérna Já, þú veist, nei, þetta er nei Já, þú veit ekki, en þú ert til að taka heroið með pappaðinu Já, já
Í alvörunni Fyrir Ég myndi miklu fyrir ekki að taka þetta Það En hver heldur að hún segir ég myndi taka í þetta? Hatti er samt svo, hún er svo líbó Ok, ef ég fengi 10 miljónir myndi ég alltaf þykja kjöldudar svo mömmu þinni Já, það er bara ekki bóðið fáiðtíðum Það er eitthvað rugglaður Hún er bara svo líp og rest Það er bara alltaf að dæmi sko Er í alvörunni, er ég svona ólíkur ykkur? Ykkur Myndið þið frekar taka heroinsprautu heldur en hitt Það er ekki að bara narjur Sko, þú ert ennþá með þá ránkvömyndir að heroin sé eitthvað öðruvísi en alkohól sko. Þetta er bara ímöfni En þú væri, þú veist, ég þekki blöðar þú væri mökkaður, hlæjandi allan tíman og hafa gaman að þessu Þetta má ekki vera þannig moment sko. Ég geti niður að segja nei við kjölddansunum en ég var til að fá millifæsluna hana fyrir heroin Við vorum ósámáli báðum Ég held ég taki kjölddansin Tekur kjölddansin líka? Þau getur doblað mömmu í þetta En það gerur þetta ekki á aðfokunda þegar þið byrja að hella ykkur og nokkuð 11 Bara svona nær kvöldmatt Þetta var Myndur fyrir cash Ég sé að Gísli Örn er mættur hérna fyrir utan við ætlum í auglýsingar þannig að sé allt klárt þegar hann mætir hérna og ég bið hlustendur afsökunar á þessu spurningum hér í dag Þetta var ég segi nú kannski ekki ósmekklegt en það voru skriðna Þú ert á línunni blöð Já, hefur ekki alltaf verið dansandi þar FM 95 Blöð á FM 957 Hættið þér að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957 og já, það er komin góður gestur í stúdíóið eins og við töluðum í byrjun þáttar og þá væri rándir gestur á leiðinni Mættur Gísli Örn, verstu velkomin Takk fyrir Sko, það má segja að hæfileika stöðullin og fegurðastöðullin hækkaðans hérna í stúdíóinu Já, stemningin gjörbreytist Já, það er svona Gekkið að fá þig Herðu, gekkið að koma Og bara ég ætla að byrja, við byrjum alltaf á bara, hvernig ertu? Ég er bara mjög góður Já. Ég hef yfir litlu að kvarta Já Tíminn líður hratt Ertu ekki svona lípa og það íluðu ná ekki? Jú, ég er frekar slagur sko Já. Þetta er hérna, ég er sko Ég er svo agaður úr að því ég var fimmleikabatt sko Og með kínverska þjálfara og sovjaska þjálfara Þetta er bara hardcore Þannig að ég er með svo mikinn aga eftir það og hérna það er búið að berja mig svo mikið til liðinni og allt eftir það er bara tóma hamingja En maður á bara, ég get ekki ímyndað með þið bara í ykkur fílu Þú ert ekkert ykkur þannig Nei, alls ekki típan Ég get bara ekki ímyndað með þið vera eitthvað út í hotnu og fara í smá fílu Nei, vegna þess að sko, ef þú hefði séð mig í fílu þá hefur aldrei hitt mig aftur Getur að fara í álveru fílu Þá bara, þú veist, þá tala ég að þá bara, þá er ekki til í lífunu minni lengur. Þetta er svona 5-10 ára gömur Þú fer svona 5-10 ára frest í fílu Já. Max Já. En þegar þú varst í fimmleikum og hérna hjá russum og kymmerum voru þá vinniðinni í fótbolta eða Já. Varst þú ekkert í boltanum með hann þannig? Nei, ég eiginlega dálítið svona sorgleitt sko, ég bjó í Framarkörfinu hérna í Hlíðunum og pappi fór einu sinni með mig á hérna æfingu og hann var að kenna í menntaskólum í Kópavogi pappi og hérna og þjálfarinn var sko nematans þannig að ég stóð mig ekki vel hérna fram með einhvern veginn, þú veist, á einn æfingu og svo þannig að pappi var einhvern veginn búin að gefa þau skilur þessi gæði, þú tekur þannig gæði ekki út af sko þannig að ég var settur í markið og náttúrulega róðarlega lélugur skilur bara fyrsta æfingu í marki eitthvað bara kunni ekki neitt Markið lagarna bara Ég finn þetta situr aðeins í þér Já, þannig að ég bara þar með lauk mínum fótboltaferli á þessum degi og ég fór heim og var einhvern veginn svona, þú veist, utangáttar í þessu hvað ég ætti nú að gera og mamma sá einhverju auglýsingu í Mokkanum og hérna þar sem var að auglýsa fimmleikanámskeið í Ármanni hvernig líst þér á að prófa fimmleika? Ég er bara eitthvað humma að tekka, já Þar með var ég bara, þú veist, þar með voru bara örlög mín í 14 ár Vá, 14 ár? Ég hefði fimmleika í 14 ár Og hvernig er þetta hendari splitt í dag? Nei, ég er honum mjög styrður en ég get stáð á höndum, þú veist, eins lengi þú vilt En ég meina, þetta er samt örgulega fýtt grunnur í því, þú veist, að liðleikis, framkoman og allt þetta Já, þetta er náttúrulega og eins og segi, þessi ægi svona, þú veist, að þú þarft að svona þú ert að keppa í fimmleikum, þá þarf náttúrulega Það varst í áhalda eða hóp? Já, áhalda, hóp var ekki til þegar ég byrjaði sko, það kom svona aðeins einna en ég fór í það aðeins einna líka en þá, ef þú gerir mistök á fimmleikamóti þá ertu bara stór skattaður þú veist, þannig að þú veist, ægin við það að sko hérna, að gera ekki, þú veist, að bara sena sig út, það er bara sena þig í bara
og svo fór ég æfins með danska landsliðinu líka í fjölmleikum og þar voru íþróttasálfræðingar þetta fæði náttúrulega gefins bara sem ungum maður að kenna manni sko hvernig maður á að díla við sko stress og við þú veist það er einhverjir áriður salum yfirleitt bara þú veist amma og afi og mamma og pappi en þú veist þetta er svona fyrsta áriður þannig að þú veist að læra að höndla þetta allt og mér líður svolítið eins og ég að tekja þetta með mér inn í leiklistina og svona bí lengi að þessu þegar þú segir að það man ég sem er allt öðru í þessu ægi en ég man að Sveppi sagði einhvern veginn við mig bara, Gísli er svo agaði maður hann hætti bara á miðnætti eða svona hálfveitt að drekka og fer bara í vatn og meðan að Sveppi heldur áfram bara ég held að það heitir endur alkoholism það hefur ekki með fjölmleika að gera sko en ég sem er það að Sveppi hefur sagt þetta um mig að þú sér svo agaður í drikkinu það besta við Sveppa sko ég er það við dýrskum Sveppa agaður drikk það drekkur ekki mikið hann er svo agaður þetta bara ég er ekki alkoholist það besta við Sveppa er að það er sama hvað hópurinn er stóðið fyrir út þú ert aldrei síðastur heim með Sveppi með sko nei Sveppi þetta er náttúrulega þú veist ef við myndum drekka hjá mikið á Sveppi við getum alveg við Steindi erum alveg þarna svolítið með honum þegar við erum í þessum ferðum og svona sko ég ætla að láti mig hafa það ef að ég þarf ekki að gera daginn eftir eins og hann en hefur einhvern tímann verið hann þegar við tölum við það nei, Gísli er of nettum náttúrulega Sveppi mundan það er alltaf eitt sem er hann svolítið og ef þú vilt ekkert vera hann sko þá ertu með Sveppa svolítið á þér kvöldi sko nei, ég er náttúrulega með sko það er svo margir skrautlegir í kringum mig í lífinu það er alltaf einhver sem fer fram á mér sko ég man ekki eftir að vera hann nema í því samingi að þú veist að vera hann ekki og þá ertu orðin hann við erum síðan að senda menn heim sko bara með tár í augunum sko já, bara gefast upp ef að kemur töffarinn í Sveppa eins og ég kalla hann er ekki en ég hef ekki oft mætt svona töffarinn Sveppa ég held að bara passi sig kringu þig og aðra svona nýju vinni sína við fáum okkur annan við fáum lestur sko það er bara staðan sko en sko með Exit ég ætla bara að fara með yfir í það ég er ekki eins og vissum að það viti allir hlustendur okkar sem eru bara að hlusta núna að þú ert nýbúin að taka þér risaverkefni að leikstýra þáttum sem allavega ég fórst á fyrstu 2 síðurnar og dyrkar og heita Exit og eru bara ógeðslega vinsalir hérna á Íslandi það er ekki allir Íslandingar og bara stundlega þetta Exit, þetta komið það víða veistu hvort þessi komið bara til Bandaríkjanna já sko, ég veit að búið að selja þetta í einhver 50 lönd ég veit ekki, ég sko bara sett að segja veit ekki hver staðan er í Ameríku og ég get kannski verið síðan á ég get svona ímynda mér að Amerikanin að því allt er svo PC í dag ég held að þeir sko veit ekkert alveg hvað þeir eru að staðsetja þetta ég get svona ímynda mér að einhver executive er mjög erfitt með að segja já við þessu helst HBO þá kannski já, því þetta er svo rosalega sko þú veist það er svo stutt í það er náttúrulega algjör kvennfyrirletning í þessu og bara mannfyrirletning almennt sko þannig að mjög gróft allt saman mjög grófið þetta en það sem ég held að sé sko ástæðan fyrir því að þetta er svona vinstalt í Nóri held ég menna eins og núna nýja serið sko 1 milljón manns búin að sjá sko hvert þátt af þessum fyrstu 3 sem eru komnir og það er náttúrulega það er engin serið sko nálægt í ég hef ekki ár bara ekki það er himinn og haf á milli þetta er byggt á sönnum atburðum og ég held að það gerir þetta svona fyrir normenn að þeir náttúrulega kannski er þetta jafna að gefa mig líka ég búið svo mikið í Nóri það er svona það er allt svona chillaðar og allir er bara frekar slagi sko en svo að því að þetta er byggt á sönnu og normenn átti sér síðan á því að já, heyrðu, þetta eru menn úr okkar samfélagi fyrir þá sem aldrei setja þá er þetta bankamenn sem að já, ég heldur bara ekki trúa því að þessi menn væri til í norsku samfélagi það er allt svona frekar pottétt og í lagi og eru þessi menn, þetta nafnlösi menn eru þeir ásetti þeir eru alveg sko þeim hefur verið að halda alveg fyrir utan þetta sko en leikarinn svona fengið að sjá sko viðtölum við þá sko og en eru fólk, mist þetta ákveða spurning er fólk að leggja saman Já, það er alveg margir sko, spjótin beinast alveg ákveðna áttir svona, en svo eru margir sem að stíga fram og segja þetta sé byggt á sér já, okay. Og það er náttúrulega, þú ert náttúrulega komin svolítið sérstakann stað þegar þú stígur sjálf fram og segir þetta er byggt á mér vilja fá aðteklina þannig þá ertu að draga mjög sérstakka aðtekli líka þá ertu bara bruglaðar og merindir sem er í og er þetta nokkuð accurate? Þetta er mjög accurate það er bara þannig
Sko, þeir fengu að lesa yfir handritina fyrstu seríunni og þá var það þannig að þeir voru 2 komment þeir máttu setja út á hvað sem og vildu fá svona approval á handritin og að 20 sem sett út á það var að skrifa á einu stað þeir að vera að fljúa sko business class við myndum aldrei gera það, alltaf prívat og hitt var sem sagt það var einhver tegund af rauðvíni sem var að skrifa handritið og við myndum aldrei drekka þetta rauðvín Allt annað var ekki Allt annað er bara svipað Allt annað er bara eins og það að vera sko Rosalegt Já, þetta eru þannig að það held ég hafi gert þetta svona verið tóltið svona sjokk fyrir normenn sjálfa Ég held þetta sé líka, þetta er rosalega vinsælt á Íslandi allavega allir í kringum með dýrkast þetta Ég held að verða ekki að því að Íslendingar tengja líka svolítið við þetta, bara 2007 og ekki alltaf bara það sko, svo er þetta líka kannski líka því þeir eru að fara oft í business sem er svona tóltið almennur Vist eins og í þessari seríu fara þeir í vindmyllu businessin sem er náttúrulega alveg hrikalega akkurat í dag sko, þú veist, og við erum mikið að tala þetta hérna á Íslandi líka en eins og í Nóri að þú veist þar eru þeir bara á kafi í vindmyllu businessnum sko og eru að sko hlunfara sveitafélögin alveg bara alla skatta og allt eru búin að stinga svo öll undan og svo náttúrulega eru þeir bara að halda upp á það með því að fara í svona þessar orgjöferði sínar og það maður verður bara svo einhvern veginn orðlaus kannski bara maður svona, þetta er svo rugglað maður ef þetta væri skáldskapur þá væri maður kannski ekki að horfa á þetta þegar maður tökst hvað rugl er þetta þetta er bara vittlisa svo er þetta alltaf skemmtileg karakterar og góði leikar eins og þessi Adam hana sem er með sleikt hárið aftur hana sem er mesta ógíð sko hvernig svona sá meistari hann er svo blíður sem manneskja hann er svo ólíkur þessum karakter að það er eiginlega sko það er rosalegt hann gerir þetta svo vel, maður er bara illa við það tók mig bara smá tíma þegar ég hitt hann og byrja einu og bara svona að gera hann að greina mér hann er svo rosalega afgerandi lúk ég þarf að minna á það að þetta er leikari maður eiginlega svona mætur og maður vil helst ekki taka hendina á hann fyrst þetta er bara það er út með einhvern kynnsjúkdóm eða eitthvað ég vil bara ekki snerta svo er þetta bara frábær manneska frábær leikar og þeir allir sko og það sem er sko gaman við tökurnar á þessu að við tökum þetta alltaf í báðar áttir eins og maður segist þannig að báðir ef þú taka 2 leikar að tala saman yfirleitt tekur það þannig að þú tekur bara 1 leikar einu megin er það að skjóta 2 vélar? Já, það skjóta alltaf 2 vélar en alltaf sko sikur áttina sama tíma þannig að allir on alltaf þannig að þeir mæta ógæðslega vel undirbúnir að því stundum er þeir með þú veist bara 4, 5, 6 blaðsína monolog eða bara sko það sem er að tala saman og það er ekkert pláss fyrir eitthvað klikk því þá ertu bara jarðaður á hinuleikaranum þetta er bara það eru allir onnit allan tíman sko. Hvernig verður til að svona færðu tölvubæðar að umbóðsum hvernig gerist það að þú leikstýrir það er hérna sko svo sem að skrifart og hefur leikstýrt öllum þáttunum heitir Øystein Karlsen og norskur bara norskur handritshöfundur og leikstjóri og ég hef unni hjá hann sem leikari ég leik hjá hann í norskri seríu sem heitir Ein nótt eða En natt og þannig að við þekkjumst mjög vel og svo þegar hann var að gera fyrstu seríuna af þessu þá vorum við að gera verbúðina þannig að við vorum svona lesa yfir handritin hjá okkur öðrum og gefa svona smá kommenta á þetta og svo horfa og grófklippin hjá okkur öðrum og svona og þannig að ég hef fylgst með seríuna alveg frá uppaf og hann líka með verbúðina og svo þegar hann var að gera núna 3. seríuna þá bara mikið að gera hjá honum og öllum að hann bæði með að taka helmingin á móti sér en það hefði semst verið 4 þættir en það var aðeins svo mikið, ég hafði ekki tíma í það sjálfur þannig ég tók 2 til þess að bara létta á ég minna á líka bara hann hefur greinilega treysti fyrir og hann er alveg sko, hann er alveg svona fyrirmynda leikstjóra því leiti til að hann sko hendur þessi fangi á manni og svo segir maður hérna þessi sena hérna, ég var að spá ég að gera hann bara ekki, bara, ég vil ekki vita neitt bara go do your thing ég hef engan tíma til að pæli hvað þú ert að gera bara þetta er bara, þú sér mér svo 2 þætti og bara séði í klipparbygg en þannig er hann líka sem leikstjóri þegar maður vinnur sem leikari sko, hann er rosalega hvetjandi og þess vegna eru líka leikarnir svo góðir hjá honum hann er svo, hann er einstakt laga bara einhvern veginn að draga besta fram á fólki bara tröstið, það var að mækur og mann þannig að það var alveg þannig að þarna og mínir 2 þættir sko gerast
Já, þeir voru nú sýndir í gærkvöldi sko og komum þættir 4, 5 og 6 á RÚV. Já, ég búið svo fyrstu 3. Ertu með 4 og 5? Ég með 4 og 5, þannig að þeir eru næstu. Eru þeir á Spáni að gerast í Fraklandi? Teknar á Spáni? Hvað á Spáni var þetta? Þetta var tekið á Malaga og og það gott endurgreiðslukerfið þar sem að fara til Spánar og þetta snýst alltaf peningarna sko en svo var kúnstin samt svo sko, þetta má ekki lítið út eins og þetta sé á Spáni, þannig að þú veist ég gæti volítið kasta Spánverum í þetta þetta er náttúrulega kannski smá svona afgerandi í lúki, þannig að þetta er náttúrulega algjört rugg. Varst þú varst með penis, orgíu penis senir? Já, þetta var það var eins og sko, þú getur bara séð sko í 5. þætti, þetta er bara þeir fara fyrst í 4. þætti sko á Nikki Beach sem er svona dálítið frægur staður fyrir fólk að fara á þessum að fyrir Fraklands og þeim finnst árið svona dálítið túristalegt og leiðilegt, þannig að það farið með á sko hóstinn sem er að lóðsa þá þarna sem að er leikinn af Íslendingi, ég segi nú ekki meira fyrir þá sem ég eftir að horfa á það sko það verður bara happy surprise sko að þá fer þessi hóst með á sko alvöru stað þar sem það kostar alvöru pening að taka þátt en þegar þú komin inn að þá er allt leifilegt sko, það er svona Save the Planet þema í partíinu og þar mæta konur sem klæddir eins og einhyrningar og þar er þú veist, það er eiginlega bara vallega að segja frá þetta er svo yfirgengilegt og fer svo langt yfir streikið sko. En hvernig er líka fyrir þig, bara sem leikstjóri? Greta Thunberg kemur við sögu líka En hvernig er fyrir þig sem leikstjóri í svona, bara þú veist að leikstjóri tökum bara þetta partí áfram Það er nánast eins og þetta bara með við söguna núna eins og setja leikstjóri klámynd bara Mér leið þannig stundum og ég bara eina sem ég losnaði við var bara ákveð close-up sem að er að mér skilst í klámyndum bara þú veist frá svona þínu sjónarhorn bara sem leikstjóri og svona, þú ert allt inn að mættur þetta í svona senu, þetta er væntanlega náttúrulega eðlilega bara í fyrsta skipti sem hún leikstýr í svona senu þú veist, hvernig er að hvað segir við fólk, þú vilt væntanlega þið að gera þetta, þið að gera þetta við mætum þetta með við hvernig er að biðja fólk að gera þetta er allir mættir og vita bara, ég veit nákvæmlega hvað ég á að gera Nei, það er nefnilega það sem er í Noregi, það er vita allir hvað er að fara að gerast af því að það var allir sé seríuna og í fyrstu seríunni þá var mjög erfitt að fá fólk til þess að koma og taka þátt í þessu Núna í 3. seríu er sko eftirspurnin svo mikil eftir að fá að taka þátt að það er eiginlega sko skeri þú veist, það er eiginlega bara ruglað hvað fólk er til í þetta og langar að vera með og það er svona ákveðin exhibitionismi í því sko en hann á Spáni það var náttúrulega mjög margir af auka leikurunum og OnlyFans leikurunum sem voru kallaði til sem að hafa ekkert séð serien og vita ekkert hvað það er þannig er vita vissu sjálfur sér ekkert þannig sé hvað er að fara inn í og svo ertu með þarna kannski 14 tíma dag þarna í þessu stóra setti þar sem að okkar menn fá svona þeir borga sinni í þetta partí og þetta er svona stað þeir fá svona á beisli með svona kúlás til þess að setja upp í munnin og svo á ákveðinu kjúi að þá koma fullt af konum og einhverjum mönnum sem eru klæddir eins og einhyrningar og svo þegar að sko röddin hennar Greta Thunberg brestur í gegn að þá hlaupa þessir einhyrningar út allt og þeir eiga að hlaupa og veiða þá og þeir eru búin að veiða þinn einhyrning þá máttu gera við það sem þú vil Þetta er sérstakt partí Já, þetta er svona sérstakt partí en svona partí eru til vittu til og og náttúrulega þegar þú byrjar daginn þá ertu náttúrulega svona að útskýra þetta svolítið og svona og það er náttúrulega nándarþjálfari eins og ég kallað sem að sko það er milliliður þannig að ég segi eitthvað og þessi nándarþjálfari fer og talar og útskýrir og basically bara svo hlutandi fara ekki á böndunum í rauninni og svo að líka sé þetta að fara og tala við einhvern þannig að hann sért ekki með einhvern bara skilur einhvern leikstjóra til dæmis þar stöld við mig sem að sko hefur það einhver völd sem getur sagt einhvað og fólk fór ekki að segja neyfi með eitthvað þannig þá er svona millimanneski að hann er svo trúnamaður í rauninni en svo náttúrulega fyrst líður dagurinn og tíminn er að brenna út og þá eftir að covera fullt þannig að sko
í byrjun dag sem að rosalega svona kurteis í því sem maður segir upp átt og tala rosalega látt og svona, en í lokdagsins þegar þið veitir, tíminn er renn út og þá eftir að ná hérna, þú veist 5 senum þar sem að, þú veist, þessi er að taka þennan svona og þessi er að taka þennan hins einn og þessi 4 eru með þessari þarna og þessar 4 þarna með þessum 5 þá, þú veist, þá bara er ekki tími lengur til þess að vera kurteis og tala í kringum hlutina þannig að þá stendur ertu alltaf að koma í gjallarhóðni í hendurnar og ert farin að segja hluti uppátt sem að þú veist, það er ekki hægt að segja þetta í útvarpsþætti rosalega þetta er náttúrulega algjörlega súrrealist og það er bara og það er bara alltaf heyrðu, ok, byrju við erum að fá getur búningadeldi komið með strap-on eða eins og sem að hann mér skilst að íslenska orðið á því sé dráttabisli getur einhver komið okkur vandar Bragi Valdimar held ég komið því íslenska dráttabisli okkur vandar dráttabisli og þá við erum ekki með dráttabisli það var ekki búið að segja okkur að þetta kom með dráttabisli og það ég segi shit, ég menna það var að fæðast ein hugmynd og einhverju voru til í að simulera þykjast gera einhvað með dráttabisli að kona væri að sinna þessu manni með dráttabisli og og þetta er allt í þættinu þannig að það er bara að horfa á þetta bara í guðunabænum einhver að redda þessu og það er engin með þetta og þá bara heyrist allt í einum aukarleikarnum bara are you looking for a strap-on? Já, yes I have a strap-on og þá bara var einn af þeim bara með strap-on með sér í töskunni það er helviti spes það er mjög spes og ég var næstum búin að spyrja hann af hverju að vera með strap-on en svo ákvað ég bara það var engin tími til þess að spá mikið í eða bara gott, strap-onin komið show must go on nýtum þetta bara áfram og einhendingapartíin eru sem sagt þetta er alltaf sannsögulegt þannig að þau eru til þessi partí já þetta einhendingakoncept já, það er alltaf að tala þú veist að einhyrningar eru sjaldgæfir og ef þú veiðir einhyrninga þá ertu einhvern veginn dottin í einhvern lukkupott eða eitthvað og það er svona koncept í þessu að þarna eru bara öll fantasía, þetta er svona fantasía miðaldra mannsins, þarna eru þú veist, það eru svo eru hippar í partíinu og það er allt svona mother nature þannig að það er allt svona móðir náttúra allstaðar, þú veist, en þeir eru náttúrulega bara svífirða það koncept eins langt og hægt er eins og þeir myndu gera og eins og þeir gera í sínum business þannig að þetta er mjög svona tákrætt bara ég hef aldrei séð 20 mínútur fljúa og ég prati í FN95 blöð því að ég dyrkaði hverju einustu sögu við verðum að hoppa í auglýsingar svo ætlum við að halda áfram í Gísla þannig að Gísli voruð ekkert farinn en við skuldum auglýsingar FM95 blöð alla föstudaga á FM957 Held ég þeirra hlustu á FM95 blöð hér á FM957 og hann situr ennþá hjá okkur hann Gísli Örn Garðarsson eftir, rosalega sögur af Exit Já, ég held maður að vera still indrygir Já, ég lagt til að sjá þetta, já Ég er búin að sjá fyrstu 3 búin að ég bara og er bara eila reyður þetta þriðja að sé ekki, fjórðið sé ekki komið Þetta er að Gísli eru komin inn núna Nei, það er bara konin 3 hann er 4. og 5. Ertu stressaður? Komið gærkvöldi Komið gærkvöldi? Hann er ekki tekið í kvöld? Yes, það er búið að græja föstudaginn Það er djúðis veistla Lænis upp fyrir þig Ertu stressaður fyrir áhorfum á þáttunum sem að þú leikst yfir eða ertu bara Nei, ég er náttúrulega bara stíg inn í svona koncept sem er náttúrulega alveg búið að festa sig og ég er rauninni eina sem ég reynir bara er að klúðra því ekki Þú veist að það verði að þessi 2 þættir sem ég með séu einhvern veginn á pari við hérna Leikarnir vel stiltir í karakter og allt þetta seria 3 en þeir eru samt ótrúlega, þú veist, það er samt alveg magnað maður heldur að ég hef nú ekki leikstilt mikið á sjónvarpi, ég hef bara gert verbúðina og svo þess að 2 þætti Þetta er ágætis verkefni ágætis byrjun þannig að það er ekki eins og ég hafi einhverja svona gríðarlega reynslu af þessu þannig að ég held alveg að þegar maður myndi stíga inn í eitthvað svona að það væri meira á autopilot en það er Ég skilji, ok Það er að því að þegar maður er í verbúðinu þá er maður bara allt í öllu og maður með alla þræð og maður þekkir þetta allt svona þú veist, getur svarað öllu og svo náttúrulega er ætlast til þess nákvæmlega sama þegar þú stígur inn í svona verkefni þó þú sett bara með 2 þætti það er ekki eins og allir bara, já við pælum ekkert í þessum að því að það eru allir alltaf að leita að svarinu hjá þér Finnst það gaman að leikstýra? Já, mér finnst það mjög gaman
Mér finnst það mjög gaman. Ég hugsa að ég myndi samt ekki gera mikið af þessu að stíga svona inni hjá einhverjum öðrum. Ég myndi ekki vilja gera það svona ævistarfinu mínu að hérna en svona eins og að gera verbúðan er bara það skemmtilegast sem ég geri. Þú veist að vera bara með í öllum prósessnum og allt það sko. Verður framhald að því? Já, við erum að vinna núna að hérna nýri serju. Brilli. Máttu segja koncept? Hvað koncept eru? Þá myndi ég þurfa að drepa þig. En þú ert alltaf á rosalega rönni. Verbúðin, villibráð, leikstýra, exit. Þú ert alltaf, þess að segjum, út á hana hýrur núna. Sko, mér varst villibráð geggjuð. Ég á eftir að sjá hana. Ég verði að ná henni í bíó sko. Ég veit það. Þú verður að ná henni í bíó. Svona bara eiga fullt af Svo exit í Þjóðleikhúsinu. Það er ég að leika líka í Þjóðleikhúsinu. Það er nóg að gera. Þetta er tóltið busy day sko. En gæti ekki þessi 2 þættir og exit opnaði mögulegur að klukka fleiri svona verkefni eða svona rísa seríu? Jú, ef maður væri svona sækjast eftir þeirri karrierbraut sko, að reyna að fá mér umbúsmann í leikstjórn og eitthvað svona, en ég er ekkert endilega að því, þannig að ég er alveg slagur og mér finnst sko að ég er náttúrulega búin að vinna mjög mikið erlendis í lífinu og ég er farin að draga úr því svona og það tengist bara því að krakka hérna heima og bara, þú veist, ég sko, sálin í mér hefur dáið á hótelherbergi í Newcastle skilur, ég hef bara, þú veist, hérna það segja þetta hefði margir sem verið með annan fótinn úti. Nei, ég bara, sko, þú veist, ég gerði einu svona sjónvarpsseríu í Newcastle sem heitir Beowulf, þú veist, hérna bjólskvöða. Þetta hljómar fárlega vel, sko. Og þú veist, þetta var náttúrulega geðveikur dýl og þetta var sko stór breskserja og þetta var 5 sísona samningur. Þú veist, við tala 5 serjur. Megum við spyrja hvað borgar ein svona serja cirka? Já, ég menna, ég get alveg sagt eins og í fítilfelli þá voru launin mín 200.000 pund. Vá. Já, það er nú bara heldur góð laun. 40 milljónir. Það er ógeðslega vel borgað. Þú veitir. Og hérna þannig að þú veist, og 5 season og maður hugsa bara, hérna, ég verður sko miljardamæringur í lok og svo hækkar það við hvert season skiljið, en þetta var 8 mánuðir og hérna nei, heyrðu, þetta var 100.000 pund fyrsta serían, svo þetta verið komið upp í 200.000 pund í hérna síðustu serían en þetta, þú veist, allt í allt hefði þetta orðið 100 milljónir eða meira og hérna, en svo er þetta 8 mánuðir og þú veist, þú ert bara sóttur klukkan 5 á mótnana og skilur fyrir skilur klukkan 10 á kvöldin að þetta er tekið einhvers staðar upp í Hálöndunum í Englandi og hérna og ég fæ stórt einbýlishús hérna bara undir mig og ég með minn eigin bílstjóra, þú veitir, sem að bara sér bara um mig og ég segi við Nínu konu mín bara, heyrðu, ég bara kom á hús, það er bara Newcastle og þið getur bara komið hvenær sem þið viljið og þetta er bara geðveikt sko og hérna svo kom Nína og krakkarnir í, þú veist, 1 viku og ég er náttúrulega bara allir í tökum og hún er bara, ég er ekki bara að hanga í Newcastle, skilur við bara lappið með eitthvað barnavagn hérna, skilur við hérna, síðan bara eftir 8 mánuði og þá ertu skilin eftir í þessu stóra húsi þannig að ég fór Alibaba og kefti mér hérna kefti mér myndvarpa færði, þú veist, rúmið niður í stofuna og lá svo bara þar og hérna þú veist, svaf bara í stofinu og horfði bara myndir á kvöldinu eitthvað og þú veist, sofnaði, var bara ógeðslega einmana þú veitir, í 8 mánuð. Það er ekki lúksus líf leikarans eins og margir svo er það ekki lúksus, skilur þú veist, þú bara fattur að þú bara skoðar þetta svona stórt hús og bara nóg pening og hérna, ég meira þess að hugsaði að skrá mig háskólan í Newcastle að ég ætlaði að gera 5 season og ég hugsaði að ég ætlaði bara að taka kírópraktorn bara menta mig í leðin Láttur þetta út upp fyrir þessi 5 season Svo í rauninni sko, svo þegar voru konir svo fekk ég alltaf ljósmynd af dóttur minni Nína stendur með eitthvað myndi og að gera eitthvað, sá ég bara hún var búin að eldast, þú veist, hún hafði bara svona tekið næsta þroskaskref og bara, ég var ekki þar þegar það gerðist þú bara og ég bara, þú veist, hérna varð alveg bara, þú veist, var ekki að fíla þetta og þannig ég fór og baði að láta drepa mig í lokin á sísoninu og hérna umbóðsmaður minn var alveg bara hvað ert að
báð, þú veist, hérna en þannig að ég var tekinn að lífi í sísón en svo var þetta engin hittar, þetta var bara 1 sísón, það urði ekki 5 sísón hvort þið Þá kemur þú vel út úr bara Já, í rauninni, þú veist, þannig að ég fekk svona endir á kaðatunni, fekk svona endir og allt svona en þannig að þetta svona situr alveg, þú veist, þetta nána svona bara ég ætla ekki að fara aftur á raunnið En eins og bara, svo kláruð þetta bara örstöð, svo er náttúrulega Hollywoodmyndir, þú veist, í risa bíum, var ekki Jake Gyllenhaal og hérna Prince of Persia en það öðruvísi, þá ertu, þú veist, svo eru önnur verkefni sem eru þægilegir eins og það þar sem þú ert miklu meira fram og tilbaka og þú finnur ekkert svona, þú veist, að vika þarna og svo tilbaka og svo 2 vikur og ert í Marokko og eitthvað, þú veist 8 mánuðir er helvíti hart en 8 mánuðir í Newcastle Þannig að þú var ennþá alveg til í svona verkefni ef það eru bíómyndir erlendis Já, ég meina, þú veist, ég er fullt úti og þetta er ekkert, þú veist, þetta er ekkert en ég er ekki að sækjast þú veist, ég er ekki að reyna að gera það karriér til dæmis að fara út og leikstýra sjónvarpsseríum sem eru komnar í gang og vera bara, þú veist það skemmtilegast sem ég geri er bara eins og núna, ég er að leika þetta í Þjóðleikhúsinu í X og það er bara geðveikt gaman og búið til verbúðina og líka í Love Island með Steinda, þið vitið þetta er í alvöru, þetta er bara það skemmtilegast sem ég gerir Var ekki vel tekið í Love Island, Akranes, stóra svið Mamma fekk sjokk, hún held að þetta var í alvöru ég bara, ég var að heyra að þú var eitthvað í Love Island, er þú ekki að fara þáttu ekki að vera að sofa eitthvað hjá fullt að stelpu mér og mér líst ekkert á þetta Hún hefur ekki fatt að þetta var skemmt ég held ég var að vera bara Akranes bara eitthvað að vera spaða svo Það er ógæðslega að fyndi Nei, ég meina og mér er það dóttir, amma, þetta er grín sko Já. Þetta er grínskett sko En hvað svona af þessu öllu ef þú tekur, kannski erfitt fyrir að svara þessu en ég ætla að enda á hraðaspurningum en ef þú tekur allt sem þú ert að gera hvað af þessu finnst þér skemmtilegast? Finnst þér er það að leika í leiknum seríum, er það að vera á sviði, er það að leikstýra áttu þér eitthvað svona uppáhald? Já, nei, já, mér er ekki uppáhald þetta er bara eins og ef ég endur tek mig eins og áðan það er bara, þú veist, ef ég tek bara X sem er að gera í Þjóðleikhúsinu, verbúðin þú veist, og Love Island Mixir það bara I love it Já, það er eiginlega bara það að hvað maður er ótrúlega heppinn að fá að gera svona ótrúlega fjölbreyttar hluti Líka bara þegar sjónvarp og leikhús bíó og leikhús er svo ólíkt er ekki fínt að geta tekið breyk frá bæði bara? Jú, ég held að maður myndi alltaf þurfa það sko Elska að setja Love Island Akranes inn í þetta allt saman Verbúðin 2 komið í tíli Ég myndi segja sko verbúðin 2 við erum að reyna, þú veist, ekki þessi jól, þetta er næstu jólfrumsýningu ok, það er ekki svo langt Það er planið, nei, þetta er áhald að geta gerst alveg svona nokkuð þétt sko En mig að spyrja, er þetta sömu karakterar? Eða er þetta eitthvað algjörlega nýtt? Maður kannski ekki svara hér Þetta verður lagi Þú varst með Sweet Dance Moves í nummer 1 Var ekki tilnækabakgrunni sem mjög hjálpa Já, Stívar með mér og ég bara með eins og allir Íslendingar, við erum hérna fræði fyrir að vera með enga mjaðmarhefingar og þessi karakter var svo sannarlega ekki með neina mjaðmarhefingar Og geggja á bara aftur mann náttúrulega búin að óska þér oft til hamngi með það en Já, bara til lukkum með þér búin Geggja þetta Já, en við ætlum að sko leifa hlustendum að kynnast þér aðeins betur áður við sleppir Þetta eru að því að þú er ekki komið svona sem gestur til okkar á það hefur komið sem gestur Ég er ekki viss Það er kannski verið fyrir Newcastle allt eftir það er bara ekki til í mínu lífi allt fyrir það er ekki til ég man ekkert eftir Newcastle Newcastle er búið að fá lestur hérna í þettunum Sörens og ég held samt aðeins með Newcastle í hættar mín eftir það já, þú veist það er ekki hann hægt sko Þú veist hvað þessu liði líður illa já, og bara öllum sem búa Newcastle skilja alltaf sínu Herði, já, þetta er sem sagt, þú getur ekki svarað rétt eða rangt þú ert bara basically að hreinsa hugan og segja fyrsta sem þetta er í hug ok, Ertu tilbúin? ég er tilbúin Besta bíómynd allra tíma Back to the Future Það er rosalega svar Upp á hljómsveit Hvað kom fyrst í hugan? Aha, já Liði í ensku Newcastle Liverpool Ég var mannjúgæði Sónum minn fættist allir nínum einn er Liverpool gæjar þannig að ég konvertaði Nei, það má ekki gísast í Liverpool Þú ert búin að vera svo geggjör ekki enda þetta með svona konvertaði bara Uppáhaldsmatur Sushi Hvað drekkur á djamminu? Margarita Bestu sjónvarpsþættir allra tíma Breaking Bad Hvað er það besta sem þú gerst á ferlinum? Giftast Nínu Hvaða samfélagsmiðla ertu mest á? Vísi Hver er helsti kostuðinn? Ég frekarslagur Helsti ókostuðinn?
Ég er frekar slagur. Hvað fyrir mest í taugarnar á þér? Hvað fyrir mest í taugarnar á mér? Slugsháttur. Slugsháttur, uppáhaldsleikstjóri. Uppáhaldsleikstjóri Benedikt Andrews sem var að leika hjá í Þjóðleikhúsinu. Uppáhalds íslenski leikari. Björn Hlynur Haraldsson. Hanna, þá þetta komið. Og Björn Hlynur Vel Haraldsson. gert. Já, Fyrir utan alltaf ykkur hérna. Fyrir utan ykkur. Ég er bara að tala menta hans uppáhalds ómenta leikari. Three clowns hérna. hann er búin að finna með áttur inn eftir að hann kom upp það. Það er svo lítið. Nei, bara til hamingju myndina ykkar. Já, þakka þér. Algjörlega sturlu sko, Leinlokan. Thank you. Bara thank you. Frábær mynd. Takk hérlega. Með Bara þessum orðum ætlum við að kveðja Gísli bara Hefðu við geta setið þetta lengi Já, Það 30 er ekkert mál, við erum rétt að byrja. Ég er bara rétt að vera heitur. Ég hugsaði þetta, það mátti að fá hann í blöggkastin. Já, En hann já, var sko, busy maður, ég reynda að fá hann í blöggasti í vikunni. En þetta var tími sem við náðum þér á. Næstum Gísli Hann er á klakanum. Hann er alltaf fengið að segna í 2 lightbjóra og chit-chat. Já, ef eitthvað dettur út eitthvað andru uppfyllingu þá er ég one phone call away. Kemur í hjólunum mínu. Sitja og röfla og það er ekki skemmt en að sitja og röfla. Náður að klára túborgin eða? Ég er búinn Það er ok. túborgin, komin í brjónagallan til í þetta. Geggjað, Þetta er geggjað. Gísli, takk hella fyrir komuna og gangið bara allt í hæginn og þættinir Exit eru mættir núna þegar þessi þáttu kemur út. Fólk getur bara að fara og tjekka á þessu. Bara 2 eftir. Geggjað. Öddi, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudaga. Þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Gísli Örn Garðarsson farinn, drengir. Okkar besti maður. Já, ég verð að viðurkenna að þetta er hann er með svalari mönnum Já, landsins. bara geggjaður og bara Já. svo mikið talent og skemmtilegur og Hrikalega hæfileikaríkur og svo er fyrsta skipti. Já, situr þarna eins og grískur guð. Hann er svona 10 svona myndalegur við. Já, því miður, bara já. geggjaður. Já, bara því miður, já. Og hann er Það er bara því miður staðan. Já, ég Það er bara fyrir svo ekki það að er. því. Ég myndi segja að hann var Steindi, minna, ef þú segir frá 7 þá er hann 15, sko. Já, ég meina það er alveg hægt að fara Já, í 10. og ég líka, ég siti hérna sköldbóttur ógæsluður. Ég er ekkert að segja að Steindi sé eitthvað ljótar en ég. Hann er þykkt hár sko En málið er að það sko Já, hann er flottur. Hann er með þetta drengurinn og já, við óskum honum bara allsins besta. Hrikalega gaman að fá hann. En sko, Gísli var svolítið lengi hjá okkur. Þannig að það er ekki það mikið eftir af þættunum og ég var að spája að Egil gera þig greiða og leifa að fara í spurningakeppnina svo hún gleymist ekki því oft situr hún á hakanum. Já. Þannig að ég ætla ekki að láta hann að sitja á hakanum núna. Við verðum eiginlega að taka hana því að ég er með King of Firing og það er tengt bardaganum morgun við Ég var um að hugsa það. Já, Þannig að við verðum eiginlega að taka það nú. Annars er þetta bara game over. já, ég skilji. Sko, ég var með King of Being a Fighter 30. apríl 2021 og það var barótt af verkalýðsan 1. mæ og þá var blöð 3-2 Já, Ok. sem er samt, þú veist Ég held að ég var svo miklu ólíklega. Já, ég myndi halda það sko, en nú kemur bara ljós hérna, hvað tekur þetta nú? Fyrst spurningar, verður reiður mjög fljótt? nei Stundum, já. Það getur gerst. Ég held að þú sett aðeins fljót Ég sneggur upp. Þú ert með styttri þráð en ég held ég. Já. En ég er sneggri niður en þú. Er ég í fílu lengi? Nei, þú ert engin fílukall. Ég skal alveg taka það með. Ég get farið í fílu bara sem er alveg fáránlegt að fertu manni. En þegar ég verð reiður þá get ég verið mun sneggri niður í pyrringnum. En þegar þú verður reiður þá gerist það svo sjaldan að þú ert lengi niður. Þú ert ennþá fúll út í viðkomandi bara viku seinna. Þannig að ég er kannski bara búin að let it go á sama kvöldi sko. Já. Tengirðu? Já, það er alveg rétt. Þá er ég smá fílukall sko. 1-0 fyrir blöð. Nú, ok. Já, það er rosalegt. En maður, já, reiður færur. Ég skilji. Færur og reiðir og rót eitthvað sko 1-0 Steindi, þú er að reyna að rífa þig í gangi Eða ímynda okkur að sé núna leiðin í því Octagon. Nei, bara svara bara. Það er þetta bara færur á allan hátt. Hreinskili svar sko Ertu með þráðbeint neð? Nei, Býtu nú við. kannski tala bara svona. Það þurfum við eiginlega svolítið að Já, segja. ég var að tala um það skakt og það færur sér oft með svona byggja Já, neð Nei, mitt er alveg beint. og lemja það heldur oft sko Við erum- Sko það eru þú þetta með Hefur tekið höggsteindi? Nei, hvað er ég með skakt nú? Nei, Er ég að komast að því núna? Nei, það er ekki þráðbeint Hæ? Hvað með Nei, ég jú. er með beint nef? Það er smið. Hæ? Jú, mér sýnist það. Já, svona En sérðu þetta hérna? Sirka Sjáu ég þetta gang, sérðu strikin þetta tvöði nefn með mér. Ógeð þetta Það er alltaf verið að sminka yfir þetta eitthvað þegar ég tökum og svona. Þetta er gangstætt á Sauðárkróki þegar við varum hent út eins og af hérna Ólafshúsi
og lendi á gangstéttin. Ertu ennþá með gangstétt? Já, þá er ég alltaf með krókið með mér. Já, Það er rosa Það er Þegar rosa, það læt ég ekki taka Það var hent út á Ólafshúsi Það var einhverju dyraður Sem alveg leiðindi sem fannst ég verið fann yfir strikið, ég verið svona 18-19 láta takið, þú getur ekki tekið þetta. Og kastaði þér þannig út Slípa að þú þetta lendi með andlitið á gangstéttinni Já, hann svona hrindi mér og ég dett og Helviti, slítið. þetta voru- Meistari var það. helviti voru Veistu- harðir þarna á Getur þú króknum. náðu honum á línuna eitthvað tíma? Hvort það mun eftir eða kastaði þér Náðunum á út? línuna. Ég held að mér ekki menn að svara þessu þetta. Getur við náðunum á línuna eða? Finna ef ég var reynskilin núna, ég man ekki eins og hver þetta var. Nei Og ég er ekki að Það tjóka. er gaman að það er meistara Ég held ég væri með beintnið fyrir hennar þátt. Þetta er bara nýja Ég er fréttir. alltaf með beint nefn. Sko, ég með langar eiginlega að gefa blöð punkt fyrir að vera með gangstétt á nefun sko. Það Ég er rosa smá fætir í hvorugur sko, fær punkt. en- Eða báðir. Já, ok, 1-0 eða þá Hefur þið langað að berja díler í kasínó? Já, því miður. Oftar en einu sinni. Er það? Já. Ekki að berja Nei, það er svona hrinda þannig að meiðis aðeins, ekki slasa. Sko ég menna. Er það? Já. Nei. Jú, svona íta, þannig að þú ferð með olbúan svona vitlaust í vegginn, en þú ert án góður eftir smásnund. Mér er aldrei, ég vil aldrei berja neitt, sko. Nei, Það er líka nei. ógeðslegt, sko. Málega þetta er drepleðilegu díler Já, ég er að tala um að mér Hann er er- svona stíga á tá. Og hann er að gefa þér hræðileg kort Nennir að orða þetta þannig, hefur þið langað til að meiða dílir? Já, það er basically sér að segja sko. Þegar málið er sko að því að ég verið svo oft með þér þegar við erum að tapa og alltaf þegar við töpum þá erum við aldrei það við erum alltaf bara við klárum restin úr glasinu og förum að borða við hliðina. En ég er svona, ég er En að já, hugsa meira ég- svona 22 ára. Já, jú, við viljum báðir íta dílunum. Já, þú er punkt Kemur líka fyrir. Já, En ekki slasa. Ég þarf að fá punkt í þessu. Hefur þið farið í sjómann á jamminu mökkaður? Já, Já, Báðir? það hafi ekki allir gert það. Jú, veist ég málið er að sko ég notaði það trikk mér þessar stundum til að komast í leigubíla heim. Já, þú varst alltaf að vinna alltaf. Þá setti ég pening undir og borgaði með leigubíl heim. Fæstu þið frían leigubíl? Já. Ég og Þetta er Sigrún- money making scheme hann Já, ég var oft bara, við Sigrún fórum oft heima hann bara leigubíl sko. Komstu það bara var- eitthvað trúð og sagði þér 5 Já, skatt þegar því ég var alltaf, ég held ég sé ekkert lengur, ég var alltaf svo handsterkur sko, því ég var að bara vinna svo mikið Hlýtur að vera það ennþá, að mála ekki? og alls Já, konar. þið er ekki Hörku málari? Já, en ég man að við fórum einhvern tíma, það var eitthvað vinur þinn sem slökti alveg í þessu hjá mér. Já, Það var alveg agalegt, Björki Ben. Já, hann kláraði Margir á þetta. króknum sem veit hver það er. Ég hef aldrei séð mann fara ég hratt niður í sjómann og það Steindi held hann geti staðið í Ég Björka. trúði þessi bara ekki sko. Tók Björki Ben Já, þú veist, það er Eins og hann væri dúkka og ég er ekki ekki að. það eru levels í þessu, þú veist, það getur verið svona partyrhustur sko, en svo getur líka verið bara Hann er grjótarður sjómaður, sko. alvöru hustur sem hann var sko. Já, þetta er samt þú varst að fá fría leigubíla mörg ári ég gerði það röðana stundum. fram að Já. Björka Ben sko Já, ég gerði það. Það er tónlistamæður Björki Ben Það er svolítið gata Nei, henni þetta er ekki sko. tónlistamæður. Hljómar svo sé góður og gítar Mér sem finnst ég þetta að fá eitt göttupúnt að Hann var það. fínn í ídróttan líka, toppmaður. Hefur þið kýld úr þér tönn? Já, tvær. Sko, Steindi, þú verður að fara að rífa þig í gang Já. Út ykkur slagasti fires ég veit um Ég var að fá punkt rétt á hann. Já, það er sjómaður. það er sant Hefur aldrei verið kýld úr tönn einu sinni? Nei, það hefur ekki verið gert Ég sko. bara þakkaði fyrir það. Það hefur kýld 2 úr blöð Já, það er ekkit algengt Það er þú að veist. auka stig fyrir það Ég hef verið kildur, en það er mjög algengt, Já. örgulega sjálfgeft að vera kild, þú veist, á tennut að fari. Blöð hefur lenda á einhverjum sjómanni þarna. Það skoppuðu 2 tennur á gólfinu bara sem blöð átti Hann rennur hrattaðir á sportkafið þegar þú ert á 4 að leita á tönnunni þar, sko. Þú getur staðfest að hann langaði svolítið heim. Já, Sko. þá vill maður fara heim. Sko, hefur máur niðurlegt því stare down? Já. Nei, þú farið ekki stig fyrir það. Nei, veist Ég hef lent í Þú veit ekki, þetta er alltaf Já, ég fæ stigið. Ég veit Ég er að pakka það samanstendi. Heldur þú ekki, segðu mér Ég hef lent í Steindi, því. myndi máur vera hrættur við að real fighter? Nei. Nei, Skilja, ef það verður real sko. fighter þá er máurinn bara skottið til burtu strax Já, Strax. flest allir mávar hefðu Hann gert það. horfði á því og hló Flest allir mávar hefðu gert það. Ég er búin að fara svo oft yfir þetta með ykkur. Ég ætla ekki að gera það aftur. Nei, nei. En ég ætla bara að segja ykkur strákar, að ég sverða núna. Þið viti munin á lof og sverja. Já. Þessi máfur var öðru sinna aðri máfur. Það er það sem ég er alltaf búin að segja við ykkur. Hann var miklu stærri og hann var kolrugglaður. Af því að þú veist, ímyndaðir það, af því að því meira sem ég hugsa um þetta, þá er ég alveg harður á þessu. Af því að ekki bara það að hann hafi ekki farið þegar hann sá mannesku koma. Málið er að ég opnaði hurðina snögglega, því ég held að það væri einhverju hlaup í garðinu og ég opnaði snögglega, ég ætlaði mást að öskra út bara, vil ég drölla ykkur í garðinu? Þannig ég opnaði hurðina og hann var alveg uppið
bara svo hreyfing þegar hurðin fer sentimetri frá gogginum á hann og hann hreyfist ekki. Það eitt og sér segir mér þessi máli hafa verið kolrugla og hann var einhver mesti fighter sem ég veit Já, sko Hvað, hvað ég stíði að það? Já, Steindi var ekki punkt fyrir þetta og það máli niðurlega En þú veist ég var hreyfist ekki þegar ég dúndr upp hurð rétt hjá honum. Hvað heldur hann fara eitthvað þegar ég horfi svo á hann? Þetta er svo tapar styrdan fyrir dúfu, sko, dúfan er ekkert mikið minni Þessi var eitthvað óverið stór. Hann var risastór, ég er að segja það, það er svo pelikani. Hefur þið barist það mikið fyrir ástinni að þú lást á parketti á penisnum að skrifa ástafni? Sko, það er einhver svefngals í mér þetta, þannig að ég nenn að hlæja þessum einu sinni en nei, ég hef ekki. Ég hef bara ekki. En þú veist, ef við veltum steinum þá gerðist þetta gerðist. Ég var oft barist fyrir ástinni, ég veit ekki það, ég var nætt veikur þarna í gamla dag. Þú varst á dúknum. Ég var á dúk. Þú skrifaði bréf. Já, í fötum og dúk. Hvað varst að drekka áttur? Ég var með bjór. Var það Foster eða? Nei, Jú, fjóri Foster. Nei, það var fyrsta bara jammið mitt ever. Sveimið það, ef við ekki verið með Karlsberg. Já, þú skrifaði glugg. Karlsberg. Karlsberg, ég er náttúrulega þar að segja Túborg er spónsað þáttinn, en minnir það verið Karlsberg. Steindi, hefur þú barist fyrir ástinni og skrifað ástabrif? Nei, ég hef ekki skrifað. Jú, ég hef skrifað ástabrif, en ég var ekki að berjast fyrir ástinni. Ég var að berjast, ég er að rúlla þessu upp. Við erum bara að taka þessu saman, hvað er 5 eittir? Nei, þú veit að sko bara svoleiðis bara að valta yfir. Við vorum hérna á úlingsárunni í Mosó, þá var bara ástabrif rosalega algengt. Sko það er 6-2 og þú getur aðeins komið tilbaka Steindi, 6-3. Hefur þú barist við hæðirnaðinnar en mistar svo í bleiu? Sko, nei, það er ekki rétt. Nei, hann skeiti ekki og hann var ekki með það bleiu. fór aldrei. Býttu settur á því bleiu en það fór aldrei hæðir í hann. Ég skal gefa þér eina svona sem þú ert alltaf að tala um það sama. Núna verðið bara að parkera þessu. Ég sett á mig skjöld 6-2. 6? Ég sett á mig skjöld og Blöður vinnur þetta annarskipt. Það kom aldrei neitt í skjöldin. Aldrei. Ég sett á mig skjöld til öryggis. Þetta var spurningakefni Gilsarans. Blöð og reyktir. Þú varst á fínu Þú runni. ert king of Þarna að fighting. koma síðustu tveim. Já, ég tek það með mér til London. Það er rosalegt. Við þurfum það í London. Við þurfum Hérna það. þú var í færum Steindi. Já, sko, þú náttúrulega segir mér spurningar. Þú ert Herru, ekki mér búin að ákveða hverju vinnur. Svo meira þess að á mánudegi þá var maður örugglega að berjast fyrir ástinni og maður byrjar að senda ykkur rosaleg WhatsApp heim og Hlátur milli 4 og 6 alla föstudaga. FM 95 Blö. Það held ég kæru hlustendur, þið eru að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 en ekki mikið lengur því að það er eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur drengir. Helvíti flaut þessi maður. Já, og djöfull skemmt við mér. Það var, já, ég vona að hlustendur að það haft ég að gaman að þessu Sko, við. ég man ekki eftir, ég haf með kortendur frekar og Sjöra Steg og Sjöra Gó. Ég þarf að geyma Það þetta. er gott að eiga bara næsta föstudag. Já. Reyndar er sko Sjöra Steg og Sjöra Gó er orðið svolítið nýja sem að er alltaf, ég náðu ekki svona fyrir sturlaða staðrendir. Nei, það er allt, þú veist, þrágar. Bara fínt að eiga þetta inni. Við vorum með geggjað viðtal við Gísla sem komum það í stað. Gísli var náttúrulega í hálftíma. Það var geggjaður. Og við vildum ekki skipta neinn út fyrir það. Hrikalega gaman að fá hann. Ég minna á blökastið sem að verður mætt á þriðjudaginn. London skýrsla. Já, það verður ferðarsaga og fleira. Svo er það sjálfsög bara F95 Blö næsta föstudag. Eigi góða helgi, kæru hlustendur. Gefa hérna áskrifendum, þú veist, góða skýrslu, fara vel yfir föstudaginn, lögudaginn, hvernig við erum að segja allt sem gerist. Jú, sérstaklega þú erum náttúrulega lenda þannig að setni partur á mánudeginum og þú eru vonandi pink og lítil á þriðjudaginn og voru gáðan að fá alveg beint í æð. Ég sko, nei samt, þú Þú verður feskur. veist, ég held alveg ég verði feskur sko. Hann verður ferskar en ég get lofaði því. Já, svo náttúrulega ég að fara á fyrsta fótboltari, ég hlakka til að koma í skýrslu. Já, við segjum bara áfram Gunni Nels, áfram United í byggandum og já, bara áfram þið, þegar góða helgi og takk fyrir hlustunna í dag. FM 95 Blö á FM 957.